Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 21. febrúar 2017. Þetta fundur númer 3409 og 4. fundur ársins. Fyrir okkur liggur dagskrá í 11 liðum. Það var fyrsti dagskrárliður. Bæjarstjórn óskun laust frá störfum bæjarfulltrúa. Erindi dagsett 14. febrúar 2017 frá Margréti Kristínu Helgadóttir bæjarfulltrúa Ælista, þar sem hún óskar eftir laust frá störfum bæjarfulltrúa til loka kjörtímabilsins. Orðið laust. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi biður orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég stend nú ekki upp til að gera athugasemdir við þetta bréf nokkurn hátt. Heldur vildi ég nú í fyrsta lagi bara þakka Margréti Kristínu fyrir gott samstarf í bæjarstjórninni og verð að segja að það eftirsjá af henni. Og það sem að ég vildi nú kannski orða bara stuttlega kannski það að bara nefna það að þetta þriðji bæjarfulltrúinn sem hverfur á braut síðan í kosningum. Og það ennþá dálítið eftir af kjörtímabilinu. Og það nú kannski eðlilegt að menn hætti þeir eru kosnir á þing, en það sem mér finnst kannski umhugsunarefni og við þurfum kannski aðeins að ræða, það það hversu mikil endurnýjun í bæjarstjórninni á hverjum tíma. Það ekki bara nóg að það sé mikil endurnýjun við hverja kosningar, heldur þetta orðið þannig núna að fólk hefur ekki tök á því að sinna þessu vegna þess hversu mikið starf þetta orðið. Og ég held að væri eðlilegt að við veltum því aðeins fyrir okkur í framhaldinu hvort það ekki ástæða til að skoða einhverja breytingar á því hvernig við höfum tök á því að sinna bæjarfulltrúastarfinu ásamt þá öðrum nefndarstörfum þannig að vel sé. Og getum komið þessu heima og saman við það að eiga fjölskyldur og þurfa að sjá okkur farborða. Mínu mati þetta miklu alvarlegra mál heldur en margur gerir sér grein fyrir. Og það var nefnt við mig ekki fyrir löngu síðan að fréttamanni eða fjölmiðla manneskju hérna í bænum. Og það væri eftirtektarvert á ráðstefnum til dæmis fyrir sunnan hvað vantaði oft fulltrúa frá Akureyrar kaupstað. Og viðkomandi taldi það til dæmis vera bagalegt vegna þess að þá koma sjónarmið okkar ekki fram og slíku ráðstefnum með fundum þar sem þó jafnvel verið að fjalla málefni sem hafa áhrif á stöðu þessa sveitafélags hér. Þannig ég ætla bara svona í kjölfarið af þessu að leggja það til, en ekki bókaða samt, að við tökum þetta til umhugsunar og ræðum þessi mál. Takk, en öðrulega þá þakka ég Margréti Kristínu fyrir samstarfið aftur. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sigríður Huld Jónsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil einnig þakka Margréti Kristínu fyrir samstarfi hér í bæjarstjórn og tek einnig undir margt af því sem að bæjarfulltrúi Gunnar var að segja hérna starf bæjarfulltrúa. Það ekki bara svo að það hafi 3 bæjarfulltrúar horfið frá, það hafa líka varabæjarfulltrúar farið frá okkur og þetta ég held að allir flokkar hafi mist einhverja úr sínum hópi og auðvitað snýst þetta það að þegar að við förum á stað í það að bjóða okkur fram að við þurfum þá væntanlega að gera það mjög vel ígrunduðu máli og kynna okkur betur út í það hvað við erum að fara. Og ég nú hér bara að tala fyrir sjálfa mig. Að vera í mjög krefjandi starfi og fara síðan inn í þennan vettvang sem pólitíkin ég auðvitað viss alveg að það yrði mikið vinna en það mjög mikið vinna og svo breytist margt hjá okkur öllum á tímabilinu. Og ég held að það sé eitt af því sem að við getum og höfum áður rætt hérna
það hvernig við getum gert bæjarfulltrúastarfið kannski að meira starfi þannig að fólk þurfi ekki að fara úr sínu starfi og vera eingöngu á þeim bæjarfulltrúalaunum sem eru eins og þetta í dag því að það eru ekki allir sem að ná endum saman bara með því og fólk að taka mikla áhættu með því þá að fara úr störfum sem að það vill gjarnan vera í en tíminn líður hratt og við erum búin að vera hér í næstu 3 ár og eigum rúmlega 1 ár eftir og ég held að það sé mjög mikilvægt að við þessi hópur hér kynnum vel það starf sem fer hér fram og reynum að sama skapi að fá öflugt fólk inn til okkar því að það er rosalega gaman að taka þátt í þessu, þetta er mikið starf og krefjandi og við verðum samt líka að vera mjög vel meðvituð það hvað við erum líka að taka af okkur þegar við erum kjörnir fulltrúar, þetta er ekki eitthvað starf sem við erum bara að pröfa þannig að tek undir orð Gunnars með þetta bæjarfulltrúa og árnaðar óskir til Margrétar Kristínar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldvin, bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil líkt og kollega mínir taka undir þakkir til bæjarfulltrúa Margrétar Kristínu Helgadóttur sem að hverfa úr okkar liði og fekk að vísu ársleyfi fyrir árið síðan og nú að hætta alveg og það er mikil eftirsjá af henni og við erum öll sammála því og flytjum henni okkar árnaðar óskir. Mig langar aðeins varðandi þessa umræðu störf bæjarfulltrúa þetta hefur náttúrulega komið fram bæði hér í umræðum í bæjarstjórn og við höfum líka þetta í bæjarráði og síðast í morgun þá var ég í hópi þar sem við erum að vinna eða skoða þessi íbúa lýðræðismál og akkurat þar vorum við að ræða þessi mál varðandi starfsumhverfi bæjarfulltrúa og hvernig það mætti breyta til þess að þetta væri hægt að gera þetta starfi og það er eitthvað sem við verðum að horfa til. Ég persónulega hef tekið ákvörðun það að vera eingöngu í starfi bæjarfulltrúa núna þangað fram að næstu kosningum og byrja á því áramót og ég held að þetta sé nauðsynlegt fyrir okkur að koma þessu þannig fyrir að við getum flest ef ekki öll tekið þátt í þessu í fullu starfi vegna þess að ég er sannfærður að það mun nýtast betur fyrir bæjarfélagið. Þannig bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á að hann vildi gera það tillögu sinni, hann veit það náttúrulega að við erum búin að ræða þetta en þetta er ekki beint eitthvað sem þeir voru að finna upp og er ekki beint tillaga frá þeim. Ég lendi hérna í hverjum bæjarstjórnarfundi að tala við sjálfstæðismenn og láta að vita að þetta sé ekki allt saman frá þeim komið. Þannig að kannski þegar við förum í sögurskýringarnar að þá sé ekki akkurat þeir sem hafi fundið upp öll hjól. En það er einhvað þannig að við erum að fara að ræða þetta og meðal annars ætlum við á 50. í bæjarráði að taka smá umræðu þetta hvernig við byrjunar vegna þess að við höfum búin að þetta kom fram í skýrslum íbúalýðræði, þetta hefur verið í umræðunni hjá okkur og við höfum séð afföll bæði núna á þessu kjörtímabili og á síðasta kjörtímabili og ekki síður á milli kjörtímabila. Ég minni bæjarfulltrúa á það að ég er eini bæjarfulltrúi sem satt hérna á síðasta kjörtímabili. Það er allt of mikið þegar svona mikil endurnýjun verður. Þannig að það verður að gera þetta starfsumhverfi þannig að menn geti séð þetta fyrir sér sem einhvern vettvang til að starfa á ekki bara í 4 ár, ekki bara í 2 ár, heldur kannski 8 til 12 ár. En þess að það er mikilvægt hérna líka reynsla sé inn í bæjarstjórn, það sé ekki of mikil endurnýjun. Við séum hérna inni með fólk sem er tilbúið að taka þetta að sér og þegar fólk fer á stað í pólitík að það hugsa þetta sem slíkt, þetta sé ekki bara til 4 ára, heldur hugsanlega 8 ára og jafnvel 12 ef áhugi fyrir hendi. Menn horfi svolítið til þess. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóli Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég svo sem ekkert miklu við þetta bæta, við erum nokkuð sammála þetta en mér langaði samt bara til þess að koma hérna inn í umræðina og ekki síst til þess að þakka Margréti Kristínu fyrir samstarfið sem var að mínum mati mjög gott og verulega ánægjulegt að starfa með henni og hún var líka dæmi bæjarfulltrúa sem virkilega laði sig fram og virkilega vandaði sig og undirbúning og ég er ekki þess ykkur hinn eitt en
En það nefnilega þetta með sko að maður verður, að þetta snýst ekki bara sko að lesa gögnin og koma á fundi. Þetta svo ofboðslega mikið af ákvörðunum og ákvarðanir þurfa að liggja með manni og maður þarf að geta ígrunda hlutina. Og ef maður alltaf á hlaupum þá bara gefst mann ekki tækifæri til þess. Þannig ég alveg sannfærð það að ef við gerum þetta starf þannig að við getum þeir sem allavega þá vilja og hugsanlega og vonandi stór hluti bæjarstjórnar geti unnið bara þetta í fullu starfi, að þá ég alveg sannfærð það að bæði að ákvarðanirnar okkar verða betri og þær verða ígrundaðari og svona betur rökstuddari og það bara betur útpældar. En svo held ég líka að samtal okkar við sko bæjarbúa og starfsfólk bæjarins, það getum við líka bætt. En það erfitt að bæta það í dag þegar að fólk hefur bara einfaldlega ekki tíma til þess vegna þess að þessi samráð og íbúalýðræði eins og vorum að tala í morgun. Þetta tekur bara tíma og við verðum bara að gera okkur grein fyrir því og bera virðingu fyrir því. Og það held ég sem mikilvægt og ég mjög glöð að heyra þennan samhljóm þetta mál. Og bara þakka Gunnari fyrir að tæpa á þessu við þetta tækifæri. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir í lokamáli sínu. Orðið laust. Ég get tekið heils hugar undir bara þessa umræðu nánast í heild sinni og ég þakka sömuleiðis Margréti Kristínu fyrir gott samstarf, en þá komið atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt þess að gefi merki. Það samþykkt með 11 atkvæðum. Þá það annar dagskrárliður, bæjarstjórn Akureyrar breytingar í nefndu 2014-2018, lögðu fram tillaga L-lista breytingar á skipan varamanns í stjórn Akureyrarstofu. Inda Björk Gunnarsdóttir tekur sæti varamanns í stjórn Akureyrarstofu í stað Silju Dagga Baldursdóttir. Orðið laust. Nú göngum við til atkvæðagreiðslu, þeir sem geta samþykkt það við að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá það þriðji dagskrárliður, sanngjörðisbót umsókn breytingar á deiliskipulagi. Ingibjörg Ólöf Ísaksen tekur til máls, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta fjórði liður í fundargerð skipulagsráðs frá 8. febrúar síðastliðnum. Erindi dagsett 12. júní 2015, þar sem Helgi Jóhannesson fyrir hönd Norðurorku HF sækir breytingar á deiluskipulagi sandgerðisbótar vegna lóðar Skolphreinsunarstöðvar. Tillagan unnin af Gísla Kristinssyni arkitekt ásamt umhverfisskýrslu unnin af verkfræðistofunni Eflu. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði þannig breytt auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 og í samræmi við 7. grein laga umhverfismat áætlana númer 105 frá 2006. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, orðið laust. Það sem enginn hefur hvað sem ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu þeir sem geta samþykkt vil þess að gefi merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá það fjórði dagskrárliður. Sjávargata 4, deiliskipulagsbreytingar. Ingibjörg Ólöf Ísaksen bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta 6. liður í fundargerð skipulagsráðs dagsett 8. febrúar 2017. Jónas V. Karelsson með fyrirspurn fyrir byggingu 8 kornsílóa á lóð bústólpa við Sjávargötu 2-4. Erindi var grenndarkynnt frá 27. desember 2016 með athugasemdafrest til 25. janúar 2017. Engin athugasemd barst en 3 umsagnir bárust. Hafnasamlag Norðurlands, þar sem engin athugasemd gerð, Norðurorku, dagsett 23. janúar 2017, en þeir segja að á lóðinni mikið af lögnum allra veitna Norðurorku, auk kvaðar dreifistöð rafveitu. Mikilvægt að gera fyrirvara vegna mögulegra breytinga á veitulögnum og mögulegum kostnaði sem fellur á lóðarhafa vegna þeirra. Sama á við dreifistöð rafveitu. Nauðsynlegt fyrir lóðarhafa að ganga til samninga við Norðurorku hér að lútandi. Þriðja umsögnin frá Isavia, dagsett 2. febrúar 2017. Engin athugasemd gerð en bent á skipulagsreglur fyrir Akureyrarflugvöll sem ber að taka tillit til.
Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagssviðs falist að annast gildistöku hennar. En tekur jafnframt fram að umsækjandi skuli ganga frá samningi, samanber umsögn Norðurorku, áður en byggingarleyfi verið gefið út og myndir á skipulagsreglur fyrir Akureyrarflugvöll. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er áheyrnarfulltrúi í skipulagsnefnd, þannig að ég er svona djúpt inn í því starfi sem þar fer fram og þetta er eitt af þeim málum sem þar kom og var tekið fyrir. Og við höfum verið að vinna að rammaskipulagi fyrir Eyrina, Oddeyrina og allir flokkar hér á Akureyri hafa verið sammála um það að taka hana til endurskoðunar. Og þetta er dýrmætasta landið á Akureyri að mínum dómi. Þetta er landið sem er marflatt, þetta er landið það sem er besta veðrið. Þetta er landið innan Akureyrar kaupstaðar þar sem er stutt í miðbæinn, hliðin á miðbænum. Og þetta er eiginlega það landsvæði á Akureyri þar sem fasteignaverð ætti að vera hæst, ætti að vera slegist að eiga heima. Og ég vil í öllu falli miskusti sjá Eyrina þróast í þessa átt og vonandi fer hún í þessa átt með nýju rammaskipulagi. Og helst vildum við þróa Eyrina inn á hafnarsvæði, núverandi hafnarsvæði á Oddeyrinni. Þar er umfangsmikil atvinnustarfsemi og við vildum kannski ekki fyrst af öllu sjá kornsíló niður á Eyri. Þarna koma skemmtiferðaskip og það er sívaxandi atvinnuvegur hér á Akureyri að taka á móti þeim. Þau þurfa að sigla þarna framhjá. Þannig að við vildum mjög gjarnan geta að vísa svona umsóknum á annað landsvæði heldur en á Oddeyrina. En við höfum ekkert annað til að bjóða upp á. Við erum búin að tala hér í nokkur ár hafnaraðstöðu við Dysnes og það er komið skipulag þar, það ég best veit, deiliskipulagt svæði fyrir Dysnes. Okkur vantar eiginlega að koma þessu máli áfram, að fyrsta fyrirtæki sem er í hafnsækinni starfsemi setji sig niður á Dysnes, en það er heilmikil kostnaður sem fylgir því að gera landsvæði þar byggingarhæft og gera bryggjukanta og slíkt. En það svona pressan verður alltaf meiri og meiri að við komum þessu í gang. Og þetta mál er einfaldlega ágætis dæmi um það. Þessi starfsemi og fleiri þar sem eru alls konar mannvirki sem kannski að myndi síður vilja sjá á Oddeyrinni, að þau getur verið á Dysnesi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem enginn hefur kvætt sér hljóðs, þá göngum við til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt til að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá er það 5. dagskrárliður, Krókeyri, umsókn deiliskipulagsbreytingar, Ingibjörg Ólöf. Bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, er að ræða 14. lið í fundargerð skipulagsráðs dagsett 8. febrúar síðastliðinn. Haraldur Jósefsson fyrir hönd Norðurorku HF óskar eftir að gerð verði lóð fyrir dælustöð við Krókeyri. Skipulagsnefnd heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu að breytingu á deiluskipulagi. Tillagan er dagsett 23. janúar 2017 og unnin af Lilju Filipusdóttur hjá Teiknistofu arkitekta, Gylfa Guðjónssonar og félaga. Einungis er að ræða minni háttar skipulagsbreytingu þar sem gerð er lóð fyrir dælustöð sem verður neðanjarðar. Breytingin varðar einungis Akureyrarkaupstað og lóðarhafa. Þess vegna leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan verði samþykkt í samræmi við 2. málslið 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga númer 123 frá árinu 2010
og sviðsstjóra skipulagssviðs verði falið að annast gildistöku hennar. Takk. Ingibjörg Ólöf bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem enginn hefur kastað ljós þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þess að geta samþykkt vinsælast gefið merki. Samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá það 6. dagskrárliður, Glerárvirkjun 2 stöðvarhús, deiliskipulagsbreytingar. Ingibjörg Ólöf bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er 8. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 15. febrúar síðastliðnum. Anton Örn Brynjarsson fyrir hönd Fallorku IHF sækir deiliskipulagsbreytingu vegna Glerárvirkjunar 2 við stöðvarhús. Skipulagsráð heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu að deiliskipulagsbreytingu. Tillagan er dagsett 8. febrúar 2017 og unnin af Ómar Ívarsinni. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Takk. Ingibjörg Ólöf bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem enginn hefur kastað ljós þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þess að geta samþykkt vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Það verða 7. dagskrárliður, innkaupsreglur Akureyrarbæjar, endurskoðun. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er tekið út úr lið bæjarráðs frá 16. febrúar síðastliðnum. Það sem var verið að fjalla innkaupareglur Akureyrarbæjar. En innkaupareglur Akureyrarbæjar eru frá árinu 2004 og eru í rauninni orðnar úreltar miðað við þá þróun sem átt sér stað í innkaupamálum. Þannig að það var lögð sú tillaga fram sem var samþykkt af bæjarráði að fella þær reglur úr gildi og að framvegis verði þá einungis unnið eftir nýjum lögum opinber innkaup sem eru frá 2016, það er þessi alveg glæný lög sem hafa verið uppfærð og ég legg þá bara einfallega fram hér bókun bæjarráðs til staðfestingar í bæjarstjórnum að leggja innkaupareglunar af frá 2004 og að einungis verði farið þá eftir lögum opinber innkaup í framtíðinni. Það sést allavega samkvæmt þessari samþykkt. Takk. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem enginn hefur kastað ljós þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þess að geta samþykkt vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Þá er það 8. dagskrárliður, fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2017 viðauki. Guðmundur Baldvin Guðmundsson bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lagður fram viðauki nr. 1 hjá okkur fyrir fjárhagsárið 2017. Hann var lagður fram í bæjarráði 16. febrúar síðastliðinn og samþykktur þar. Er að ræða viðauka í samræmi við bókun bæjarráðs þar sem við erum að endurnýja samning við Menningarfélagið Akureyrar og er fjárhæðin 12 milljónir króna. Viðaukuminn er mætt með breytingu á handbæru fé. Ég reikna nú með að umræðan bæði þessa starfsemi Menningarfélagsins og þá líka menningarsamning sem við þurfum að sækja á ríkið í framtíðinni verði til umræðu hér á eftir en þessi viðauki er, þegar við tökum umræðu með Akureyarstofu, en þessi viðauki er hér lagður fram til samþykktar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu til þess að geta samþykkt vinsælast gefið merki. Það er 11 samhljóða. Þá er það 9. dagskrárliður, Glerárdalur leyfi fyrir þyrlu skíðaferðum fólkfangur. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ástæðan fyrir því að ég bað að fá þetta mál að dagskrá hérna í bæjarstjórn er svo að ég tel að þetta mál sé aðeins vanhugsað og vanreifað innan bæjarkerfisins. Þetta var tekið til umfjöllunar í umhverfis- og mannvirkjaráði í síðustu viku og þar sem að umhverfis- og mannvirkjaráð lagði blessun sína yfir að þyrluflug yrði leyft til 1 árs en ákvörðunin er auðvitað umhverfisstofnunar
að taka, en auðvitað mótar bæjarfélagið hlýtur að móta að einhverju leyti svona undirbyggja þá ákvörðun. Og það er svolítið svona nokkur atriði sem ég langar svona að reifa í þessu máli, og ég ætla bara að byrja á því að lesa aðeins upp úr með leyfi forseta markmiði úr yfirlýsingu friðlýsinguna markmið friðlýsingarinnar, og þar stendur: markmið friðlýsingarinnar er að vernda Glerárdal og aðliggjandi fjalllendi til útivistar fyrir almenning, náttúruskoðunar og fræðslu. Síðan þar að auki markmið sem snúa að náttúruvernd sérstaklega, sem ég ætla svona ekki að fara inn í því að það er nokkuð ljóst að þarna er talað að lenda á snjó, og ég held að sé alveg augljóst að þannig mun ekki verða jarðrask ef allt er eðlilegt, sem ég fulla trú á því að þessi beiðni sé sett fram í góðum hug og ekki til þess að vanvirða endilega fólkvanginn sem slíkan, og alls ekki hugsað og algjörlega hugsa út frá því að það verði ekki neitt rask þarna á fólkvanginum. En það sem ég held að við þurfum að hugsa líka eru atriði sem snúa að raski sem er ekki jarðrask, það er að segja hvaða áhrif mun hávaði frá þessari starfsemi hafa. Mun hann að hafa áhrif á dýralíf, fuglalíf, og mun það hafa áhrif á aðra þá sem eru að nota, og þá er ég að tala þennan almenning sem eru að nota svæðið til útivistar. Og ég bara kalla eftir, að því hér inni sitja 2 fulltrúar að minnsta kosti úr umhverfis- og mannvirkjaráði. Hér situr líka fyrrverandi formaður umhverfisnefndar, og það er umhverfis- og mannvirkjaráð sem í dag eftir stjórnkerfisbreytingar gegnir hlutverki umhverfisráðs. Þannig að ég myndi gjarnan vilja heyra líka frá fyrrverandi formanni umhverfisnefndar, af því að þetta mál náttúrulega á sér langan aðdraganda. Það var starfshópur starfandi sem skilaði frá sér drögum og skýrslu 2013, og þetta er búið að vera til umræðu í kerfinu í dálítinn tíma á vinnslu, bara áður en við hátíðlega athöfn þessi fólkvang var stofnaður. Og ég held að og það voru umræður hvort það ætti yfir höfuð að leyfa vélaumferð í fólkvanginum, og það var gert þrátt fyrir andmæli einhverja þar meðal mín. Það held ég að fólk hafi ekkert skipt skoðun á. Ég meina það er bara, þar voru bara kannski hagsmunir þeirra notenda sem eru að nota svæðið sem voru að takast á, og það ég held að sé alveg óumdeilt að fólkvangurinn er meira leyti á veturnar notaður af fólki á vélum heldur en gangandi og skíðandi umferð. En það er ekki þar með sagt að það sé eina leiðin. Þetta er hefðin og þetta svæði er að mínum mati og fleira vannýtt útivistarsvæði og býður upp á mikil tækifæri til útivistar, en hins vegar þá getur akandi umferð vélsleiða og jeppa hamla því, en auðvitað er það eitthvað sem er bara búið að samþykkja og verður bara unnið með. En ef við förum lengra í þá átt, þá erum við auðvitað bara að minnka möguleikana á annarri nýtingu og annarri stemmingu í fólkvanginum. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt, og það er þess vegna sem ég bið að þetta sé til umræðu, að við séum að taka ígrundaða ákvörðun. Að við séum ekki bara að segja ok, pröfum þetta, að við séum búin að velta þessu fyrir okkur, hugsa ólíka hagsmuni, og ég vil líka benda á það að við erum ekki einu sinni búin að pröfa að hafa þennan fólkvang í 1 ár. Áður en við förum að breyta skilmálunum. Og ég held að þetta bara að pröfa það. Og það er ýmis atriði, til dæmis þegar maður les ferðamálastefnu Akureyrarbæjar, þá þar eru 5 meginmarkmið
svona þemu í stefnunni og eitt af því vistvæn og græn. Og ég svona velti fyrir mér hvort að það sé einhvers staðar annars staðar en í fólkvanginum þar sem að betur á við að styðjast við það markmið. Ég ekki viss að svo sé. Ég held að þetta sé, fólkvangurinn sé akkurat staðurinn þar sem við ætlum að standa vörðum það gildi að vera vistvæn og græn. Ásamt auðvitað á fleiri stöðum. En mér finnst það bara að segja sér svo mikið sjálft, sko. Mér finnst bara, að ég held bara að þetta hafi jafnvel ekki verið hugsað til enda og við ættum að skoða þetta og einmitt í ferðamálastefnunni kemur fram, ef ég má með leyfi forseta að lesa aðeins upp á stefnunni, samhliða uppbyggingu virkjunar á Glerárdal verði unnið markvisst að því að kynna og þróa dalinn sem útivistarsvæði. Og þá bara spurning á að kynna og þróa þetta þá með aukinni vélaumferð eða á að fara í hina áttina. Og ég segi bara að rökin þurfa að vera skýr, hvers vegna rétt að leyfa þetta. Og ég vil heyra þau. Og út frá þessum vangaveltum mínum umhverfis- og mannvirkjanefnd og hvernig hún hefur núna ábyrgð á umhverfismálum og gerir sér væntanlega fulla grein fyrir því. Þá velti ég fyrir mig líka því að við í þessum stjórnkerfisbreytingum þá lögðum við niður umhverfisnefndina og það var í mínu huga ekkert einfalt mál. Það var ekkert bara svona ég þurfti alveg að hugsa það og ræða við mitt fólk dálítið vel og ég get alveg sagt ykkur það að innan míns hóps voru mjög skiptar skoðanir hvort að þetta væri góð tillaga eða ekki. Og ég stóð með því að þetta væri allt í lagi, það væri bara ágætt að gera þetta á þeim forsendum að nú væri umhverfismál allt umlíkjandi og við vildum hafa þau þannig hjá okkur í okkar bæjarfélög, viljum við hafa umhverfismálin allt umlíkjandi þannig að það væri ekkert óeðlilegt að segja sem svo að umhverfismál eiga bara heima í öllum nefndum. Allar nefndir þurfa að vera mjög meðvitaðar umhverfismál. En hins vegar ber umhverfis- og mannvirkjaráð ábyrgð á málaflokkinum og ég bara svona velti fyrir mér hvort að þessi breyting, hvort við séum að lenda í einhverju svona millibilsástandi þar sem að nýja ráðið ekki alveg fullkomlega búið að átta sig á sínu hlutverki en síðan líka hugsa ég og ég reyna bara að hugsa þetta í lausnum, ég kom ekkert bara til að nöldra yfir þessu, bara svo það sé alveg á hreinu að ég búin að vera að hugsa hvað ættu við, þú veist, hvað væri best fyrir okkur að gera í þessu, hvað á ég að leggja til, hvernig leysum við þetta mál, hvað getum við gert og ég held að það sem við getum gert að vísa málinu til stjórnar Akureyrarstofu því að það síðan nefndin sem að fer með afþreyingu, ferðamennsku á þarna þessa ferðamálastefnu sem ég búin að vera að vísa í og ég held að væri mjög gott að sú nefnd, það ráð tæki máli til umfjöllunar og leitaði jafnvel eins og kemur fram í greinagerð starfshópsins sem ég nefndi áðan sem var skilað desember 2013. Þar var ég vil nú kannski aðeins bara svona að með leyfi forseta lesa upp á því. Skipulag þeirra svæða sem liggja að fólkvanginum verði vandað og heildstætt. Landnotkun verði með þeim hætti að sem minnst hætta sé á árekstrum þeirra sem nýta svæðið allt. Síðan samráð verði við þá aðila sem nýta svæðið í nágrenni Glerárdals svo sem skotfélagi, hestamannafélagi, aksturs íþróttafélög og gengi tryggilega frá því að ekki verði árekstra að ræða vegna skipulagssvæðanna, hættu fyrir umferð, hávaða eða annað sem veldur truflun og þarna verið að hugsa út fyrir svæðið. Við erum að tala hávaða truflun inn á svæðinu. Þannig að bara svona svo það sé alveg ljóst að ég held að markmiðin með því að gera þetta að fólkvangi hljóta að hafa verið þau að þetta svæði ætti að vera einhvern veginn öðru sem heldur en svæðið sem ekki fólkvangur. Og það náttúrulega tekið fram að þyrluflug sé bannað. Og
Og ég einhvern veginn bara svona, af hverju vorum við að gera þetta, þá var fólkvangi að við ætlum bara ekki að stýra þessu. Og af hverju, og getur líka, sko, og þetta ágæta þyrluflugsfyrirtæki sem ég vil bara taka hérna fram, ég hef ekkert út á að setja, alls ekki neitt, sem flýgur fólki upp á fjallstoppa og leyfir því að skíða niður, sem bara, sko, dásanlegt, ég væri ótrúlega til í þetta. Að það ótrúlega mikið af fjallstoppum hérna. Það alveg, þú veist, við eigum ótrúlega mikið pláss. Við Íslendingar erum bara svo heppin að sem ótrúlega leiðilegt stundum og ótrúlega mikill galli stundum að búa í dreifbýlasta landi heimsins, þá hefur það líka þessa kosti að við þurfum ekki öll að vera að þvælast endilega á saman punktinum. Þannig ég held að við ættum að nýta þennan kost sem að þetta felur í sér í þetta skiptið og halda bara okkar fólkvangi til útivistar fyrir almennings og leyfa þessu svæði að njóta þess að við erum og tókum ákvörðun að stýra því, sérstaklega. Þannig að ég hlakka til að heyra frá ykkur og hugsanlega leggja eitthvað meira til máluna. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu í bili. Þá það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf sem tekur næst til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Sóley Björk óska eftir svörum frá okkur sem að setjum í umhverfis- og mannvirkjanefnd og mér finnst sem formaður ráðsins ég tilefni til þess að koma hérna og svara þessu. Mér langar svona aðeins að fara bara yfir hvernig málinu háttað. Þetta þannig að þetta kemur erindi til bæjarins frá þessu fyrirtæki. Það því vísa til umhverfisráðs og umhverfisráð metur sem svo að þeir vísa þessu áfram til umhverfisstofnunar til ákvörðunar en umhverfisstofnun óskaði eftir umsögn umhverfis- og mannvirkjasviðs, nýja umhverfis- og mannvirkjasviðinu, umsögn þeirra hvað þetta varðar, þetta erindi. Að ræða lendingu þyrlu á Snæfellsþakinu í jörð, það rétt eins og bæjarfulltrúi Sóley Björk kom inn á. Það verið að ræða einnig líka tímabundna aukningu hávaða með þyrlu á svæðinu í 1 til 4 klukkustundir í það bil 30 daga á þessu tímabili. Bæjarfulltrúi Sóley Björk kom inn á Rask þarna áðan og var að tala að þetta sneri svolítið það hvaða áhrif hávaði frá þessu starfi muni hafa á svæðið og mér langaði svona aðeins að koma hérna inn á og lesa með leyfi forseta bæði yfirlýsingu friðlýsingu fólkvangs í Glerárdal og þess að mér langaði aðeins að fara yfir lögin fólkvanga. En það kemur fram að markmið í friðlýsingarinnar í 2. málsgrein yfirlýsingarinnar kemur fram að það sé að vernda Glerárdal og aðliggjandi fjalllendi til útivistar almennings, náttúruskoðunar og fræðslu. Útivist. Það ekki bara verið að tala þyrluflug í þessu tilviki, þessu erindi sem verið að sækja heldur líka verið að tala fjallaskíðamennsku. Og ráðið mat sem svo að fjallaskíðamennska væri útivist og taldi tilefni til þess að skoða það að gefa þetta leyfi og það voru allir í ráðinu samþykkir því að veita leyfi fyrir þessu en einungis tímabundið. Það var verið að tala tilraun til 1 árs. Tilraunin verður síðan metin að ári liðnu og kannað og í rauninni þetta ekki einu sinni 1 ár, þetta fram í júní núna á þessu ári. Þetta fyrirtæki sem hefur verið starfrækt í 10 ár, þannig að þetta ekki starfsemi sem að hefja störf núna. Heldur hefur þetta verið í gangi eins og segi í 10 ár á þessu svæði og þeir að fljúga með skíðamenn á Tinda og sækja í dalbotnin með þyrlu og hefur gengið vel að þeirra sögn og ég veit nú ekki betur en hef ekki heyrt neitt annað en að þetta hafi gengið mjög vel. En mér langaði aðeins, það meira líka sem kemur fram, það verið að tala í 5. grein yfirlýsingarinnar, þá kemur einnig fram að heimilt sé að aka vélknúnum ökutækjum á Snæfellsþakinu í jörðu og frosinu í jörðinni, svo fremur sem ekki skapist hætta á náttúruspjöllum. Það þetta bara spurning varðandi rask og hávaða, af hverju starfseminni fylgir meira rask og hávaði fyrir svæðið. Það auðvitað umdeilt hvort að það sé þyrla eða hvort það séu vélsleðar sem að sækja mikið þetta svæði. Það kemur einnig fram í þessari 5. grein umferð loftfara, til dæmis þyrluflug, sem trufla geti gesti og dýralíf óheimil án sérstaks leyfis Umhverfisstofnunar. Við gáum umsögn í ráðinu og við gáum jákvæða umsögn fyrir þessu að kanna þetta til 1 árs og Umhverfisstofnun tekur síðan ákvörðunina, ekki við. En það kemur einnig fram undanskilið hefðbundið aðflug og brottflug frá flugvelli ásamt leitar- og björgunarflugi. Þannig að flug á þessu svæði ekki með öllu bannað.
og þar lendi töldum við líka ástæðu til þess að kanna hvernig þetta gengi því að það er búið að markaðssetja þetta svæði fyrir fjallaskíðamennsku og við teljum að það sé bara hagur fyrir sveitarfélagið allt í heild sinni að prófa þetta og kanna til eins árs. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég sit að vísu ekki í ráðinu í dag en sem fráfarandi formaður umhverfisnefndar að þá í raun og veru kom erindi til okkar alveg í lokin og við vísum því í raun og veru bara tilbaka þar sem að upphafið átt að vera að þetta átti fyrst að fara fyrir Umhverfisstofnun áður en þetta færi til okkar. Það er sjálfsögðu margt sem eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg kemur inn á að í friðlýsingunni að umræðan var töluverð er meira rask af til dæmis vélsleðum eða þyrluflugi og fólk ber ekki saman hvort er meira rask á. Að vísu nefnir hún að þetta sé til árs en í raun og veru bara til lok júní. Þannig að þetta eru ekki margir mánuðir eða margir dagar sem ræðir og þetta er tilraun og finnst mér sjálfsagt að verði tekin umræða það eftir að þeim tíma lýkur hvernig það gengur upp á með áframhald. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem upp þar sem ég sit í umhverfis- og mannvirkjaráði og tók þátt í afgreiðslu þessu erindi og bara tek undir það sem að formaður ráðsins sagði hér áðan. Ég bara bendi á það að það er ekki verið að gefa út leyfi til ótímabundins reksturs. Þetta er tímabundið, þetta er tilraun. Þetta hefur verið stundað undanfarin ára á þessu svæði. Ég hef aldrei heyrt og það hefur ekkert komið fram um það að þetta trufli neitt þarna frekar en einhver önnur umferð. Mér vitanlega. Og það væri afleitt, bara hreinlega afleitt að við ákveðum að friðlýsa þetta svæði og lendum svo í því að útiloka ákveðna starfsemi á svæðinu sem að við höfum nú rætt hér undir öðrum formerkjum að við vildum gjarnan ýta frekar undir sem er ferðamennska fyrir einstaklinga sem eru tilbúnir til að greiða vel með sér og skilja þar af leiðandi hugsanlega meira eftir og ég get ekki séð að þetta komi til með að hafa neina afgerandi áhrif á umhverfið í þessu tilviki frekar en við gert hingað til. Og það kemur þá bara í ljós ef að þetta er með þeim hætti sem að bæjarfulltrúi Sóley Björk er að lýsa þá náttúrulega þarf að taka þetta til endurskoðunar og það verður hvort þið er gert. Þannig að ég styð það bara einfaldlega að við samþykkjum þetta. Ég ætla líka að benda á það að ég getum kannski hugleitt að líka þegar við vorum að ákveða friðlýsinguna á þessu að við erum í raun og veru að færa ákvörðunarvald um notkun á svæðinu suður yfir heiðar til annarra aðila sem mér finnst nú svona umhugsunarefni eftir á. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Stundum bara ótrúlega oft sem að málshefjandi kemur aftur eftir umræðun og segir ég þakka góða og gagnlega umræður. Ég ætla bara að sleppa því atriði því að mér finnst þetta ótrúlega þunn umræða og engin rök þarna í málinu. Bæjarfulltrúi Ingibjörg, formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs, telur að þetta falli undir útivist og vitnar þar með í friðlýsingaskilmálana. Ég vil bara segja að
það ágætt að hafa bara alla setninguna með, sko, fellur þetta undir útivist almennings. Mér finnst nefnilega almennings orðið þarna inn í friðlýsingarskilmálunum dálítið mikilvægt. Af því að eins og bæjarfulltrúi Gunnar bendir á, þá er þarna að ræða atvinnustarfsemi, vel borgandi ferðamanna, og ég tek af öllu hjarta undir með Gunnari að það er starfsemi sem við viljum ýta undir. En það er ekki þar með sagt að við bara stöndum ekki lappirnar, þú veist, með neitt, ekki einu sinni fólkvangin. Eins og ég sagði, sko, það er rosa mikið af stöðum hérna. Ég meina, það hlýtur að vera hægt að stunda þessa starfsemi annars staðar, og ég bara ímynda mér ekki að þetta verði, það að við stöndum vörð fólkvangin okkar verði þessu fyrirtækja falli. Að þetta sé tilraun til 1 árs, þá bara spyr ég, hvernig á að meta þetta? Var það eitthvað rætt? Er búið að taka einhverja ákvörðun það hvernig árangur tilraunaverkefnisins verður metið? Ég bendi náttúrulega á það áðan, við erum ekki einu sinni búin að gera það tilraun að hafa þennan fólkvang í 1 ár. Hefði það ekki verið fínt að meta það? Og ég held að það væri alveg lágmark, sko, að það væri þá allavega að gera einhver áætlun hvernig á að meta þetta. Þetta kemur til endurskoðunar. Og svo talar Ingibjörg bæjarfulltrúi að þetta hafi gengið vel að þeirra sögn, Tröllaskagabúa, að þá hef ég bara heyrt aðra sögur. Að það hefur bara verið kvartað yfir Hávaða, en reyndar hef ég líka heyrt að fyrirtækið hafi komið til móts við þær kvartanir og breytt flugleiðum og fært sig til vegna kvartana, sem er auðvitað mjög gott. Og það er kannski, má alveg segja velgengni, en ég er alveg augljóst að fólk hefur kvartað yfir Hávaða frá þessari starfsemi. Og svo þetta sem að bæði bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason og Ingibjörg kom inn á. Við berum ekki ábyrgð á þessi ákvörðun, hún er komin til Umhverfisstofnunar. Ég er bara ekki alveg viss að þið séu svona stikkfrí. Ég held að Umhverfisstofnun þurfi eitthvað frá okkur til þess að byggja sína ákvörðun á. Ég held að umsögn frá okkur skipti máli í þessu máli, og þess vegna sem ég, og nú glemdi ég áðan að auðvitað átti ég að leggja fram þessa formlegu tillögu, ég er alveg að vera búin að læra að vera bæjarfulltrúi, og þá ger ég það bara núna, og legg tillaga mín er sú, er eftirfarandi, hlustið nú vel. Bæjarstjórn leggur til að málinu verði vísað til stjórnar Akureyrarstofu til umsagnar og hvetur stjórn Akureyrarstofu til að leita umsagnar notenda fólkvangsins. Þetta er eina sem ég bið um. Gerum þetta bara vel, vöndum okkur og þú veist, þannig að við getum bara svona sagst hafa tekið ígrundaða ákvörðun. Er það ekki bara fínn díll? Ég ætla að lesa þetta aftur. Bæjarstjórn, vil ég klappa mig upp kannski? Bæjarstjórn leggur til að málinu verði vísað til stjórnar Akureyrarstofu til umsagnar og hvetur stjórn Akureyrarstofu til að leita umsagnar notenda fólkvangsins. Ég bara beð okkur að gera aðeins meira mál úr þessu, skoða þetta aðeins betur og senda þetta síðan frá okkur bara með góðri samvisku. Ok? Takk. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur lokið máli sínu, næst tekur máls Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst nú að bæjarfulltrúin að gæta bara fyllstu kurteisi hérna í ræðustóli og virða það þó að fólk sé ekki sammála þeim. Því að það er nú ekki hægt að fullyrða það að hér hafi ekki færð nein rök fyrir málinum. Þetta er ekkert flókið mál. Þetta er starfsemi sem er búin að vera þarna í gangi undanfarin ár og ég skil ekkert í þessu upplaupi Vinstri grænna, bæði í umhverfis- og mannvirkjaráði og hér í bæjarstjórn vegna þessa máls. Vegna þess að þetta er tímabundin ákvörðun. Þetta er tímabundið vegna þess að menn vilja gera tilraun. Þetta er tímabundið vegna þess að menn ætla að taka eftir því hvort þetta veldur þeirri truflun sem er rætt hér.
á ferðum fólks þennan fólkvang. Og mér fannst nú bæjarfulltrúi Sólveig Björk bara svara sér sjálf hérna áðan þegar hún fullyrði það og hafi verið heyrt það að viðkomandi fyrirtæki hafi tekið tillit til athugasemda og breytt flugleiðum og öðru slíku til þess að koma til móts við athugasemdir vegna þessara ferða. Þannig að mér þykir bara nokkuð liggja ljóst fyrir hvernig þetta mál stendur. Það stendur bara vel. Og ég sé enga ástæðu til þess að vísa þessu málinni Akureyrarstöð til frekari umfjöllunar vegna þess að við getum bara hreinlega að klára þetta mál hér. Og ég ætla að benda á sem steitt enn í þessu máli að nú stinglimdi því sem var komið upp í kollin á mér, rétt eina ferðina. En ég bara legg til að við vísum þessu ekki til Akureyrarstöðu, heldur bara klárum þetta mál svo þetta fara að gangi. Já, það er enginn að leika sér stykk frían. Það er Umhverfisstofnun sem tekur ákvörðun. Það sjálfsögðu eftir að hafa fengið umsögn Akureyrarbæjar. Ég gerir fastlega ráð fyrir því að Umhverfisstofnun hlusti þá á umsögn Akureyrarbæjar og þar með er þetta okkar ákvörðun. En ákvörðun er samt tekin fyrir sunnan. Og það er bara það sem ég er að benda á. Við hefðum kannski bara að halda þessu verkefni hérna heima og stýra það í alfari sjálf. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Það sem enginn hefur kast til hljós. Það er sem sagt tillaga frá bæjarfulltrúi Sólveig Björk að vísa þessu til Akureyrarstofu. Þau sem geta samþykkt það, eins og þess gefið merki. Það er einn þeir sem er á móti. Það er 9 og einn situr hjá. Þá er það 10. dagskrárliður starfsáætlun og stefnuræðanefnda 2017 stjórn Akureyrarstofu. Það er formaður nefndarinnar Unnar Jónsson. Nei, þetta er ekki til samþykktar hér. Við tökum aftur fyrir 9. lið. Nei, ég er að stríða. 10. starfsáætlun og stefnuræðanefnda 2017 stjórn Akureyrarstofu. Það er formaður nefndarinnar Unnar Jónsson sem tekur til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Stjórn Akureyrarstofu þannig skipuð ásamt mér sem er formaður, Sigfús Karlsson frá Framsóknarflokki, varaformaður og aðri stjórn er Anna Hildur Guðmundsdóttir frá L-lista, Hildur Friðriksdóttir frá Vinstri grænum og Eva Hrund Einarsdóttir frá Sjálfstæðisflokki. Auk þess er Eva Dögg Fjölnisdóttir áheyrnarfulltrúi fyrir Bjartri framtíð. Þórgnýr Dýrfjörð var framkvæmdastjóri Akureyrarstofu fram til síðustu mánaðamóta og nú er verið að ganga frá samkomulagi við hann að stýra Akureyrarstofu áfram eftir að samfélagssvið var stofnað síðastliðin áramót og Kristinn J. Reymarsson var ráðinn sviðsstjóri. Á Akureyrarstofu starfa annars 3 verkefnastjórar hver á sínu sviði, viðburða- og menningarmála, kynningarmála og ferðamála. Að auki heyra yfirmenn Amtsbókasafnsins, Héraðsgerðarsafnsins og Listasafnsins undir til stjórnendateymis Akureyrarstofu. Samþykktir Akureyrarstofu eru nú til endurskoðunar en núverandi helstu verkefni stjórnar eru að stuðla að öflugu starfi í málaflokkum sínum og hafa það samstarf við aðila sem starfa á því sviði, meðal annars með gerð sérstakra samstarfssamninga þar sem það á við. Að efla og samræma kynningar og markaðsmál Akureyrarbæjar, að hafa eftirlit með rekstri stofnana Akureyrarbæjar sem starfa á verksviði hennar, að fylgjast með starfsemi stofnana og félaga er njóta styrkja stjórnar Akureyrarstofu, að líta eftir að til séu sem gleggstar upplýsingar verkefni stjórnarinnar og upplýsingar þá þjónustu sem í boði séu aðgengilegar á einum stað fyrir bæjarbúa, ferðafólk og aðra. Að hafa eftirlit með framkvæmd samninga sem gerðir eru við ráðuneyti samstarf ríkisins og Akureyrarbæjar málefni á verksviði stjórnarinnar. Að skapa samráðsvettvang milli bæjarfélagsins og hagsmunaaðila á verkefnasviði stjórnar Akureyrarstofu. Þessu til viðbótar verða atvinnumál en á síðasta fundi Akureyrarstofu höfum við uppkast að breyttum samþykktum til umsagnar og munum ljúka yfirferð yfir þær fljótlega.
Ég held að þurfi ekki að fjölyrða tilgang Akureyrarstofu en undir hatti hennar unnið að menningar, ferða, markas- og kynningamálum og atvinnumálum. Skipulagið hefur reynst vel og það er augljós samlegð verkefna eins og þeim nú fyrir komið. Miðpunktur starfseminnar Akureyri. Akureyrarstofa tengiliður Akureyrarbæjar við þá aðila sem annast ferða, þróunar og markaðsmál í nágrenni Akureyrar, svo sem Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, Markaðsstofu ferðamála Norðurlandi, Flugklassan, R66 og Menningarráð Eyþings. Í samstarfssamningi Samfylkingar, Framsóknarflokksins og L-listan meirihlutasamstarf í bæjarstjórn Akureyrar árin 2014-2018 eftirfarandi atriði tiltekin af verksviði Akureyrarstofu sem á að vinna að kjörtímabilinu. Efla markaðsrannsóknir og markaðssókn í ferðaþjónustu allt árið, stuðla að atvinnufrumkvæði á öllum sviðum, skapa umhverfi með það að markmiði að fjölga atvinnutækifærum, beita sér fyrir öflugu millilandaflugi allt árið, marka skýra stefnu í málefni norðurslóða, auka vægi lista og menningar í skólastarfi og uppeldi barna, efla lista og menningarstarf, styðja við uppbyggingu menningar sem atvinnugreinar, auka samstarf og samrekstur menningarstofnana, tengja betur menningarstofnanir og skólastarf, hefja undirbúning á stofnun listaskóla barna og unglinga og ljúka byggingu listasafnsins. Nokkrum þessara verkefna verið sinnt samkvæmt nýlega samþykktri ferðamálastefnu sem setur ríkar skyldur á herðar Akureyrarstofu. Að öðrum þarf að vinna betur, kannski helst þeim sem snúa að skapandi verkefni með börnum og unglingum. Það er auðvitað mjög ánægjulegt að byggingu listasafnsins verði nú loksins lokið því að þar skapast meðal annars mjög góð aðstaða til að taka á móti skólanemendum á öllum aldri og efla fræðsluhlutverk safnsins enn frekar. Jafnframt mun endurnýja listasafn gera miðbæinn að enn eftirsóknarverðari áfangastað en nú er. Mörgum öðrum verkefnum er meira sinnt í gegnum samstarf með öðrum, til dæmis í gegnum Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar og Markaðsskrifstofu Norðurlands. Akureyrarstofa er gott dæmi það að betra að vinna að skyldum verkefnum á einum stað frekar en mörgum. Ég minntist á það ræðu minni í fyrra að ég teldi nauðsynlegt að skoða sameiningu Eyþings, Atvinnuþróunarfélagsins og Markaðsskrifstofunnar. Það er því ánægjulegt að Eyþing hefur nú nýlega falið Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri að skoða kosti þess að sameina Atvinnuþróunarfélagið og Eyþing. En ég held að það veri ástæða til að bæta Markaðsskrifstofunni við. Megin hindrunin á þeim vegi eru mismunandi starfsvæði en það er þá bara verkefni til að leysa og við höfum fyrirmynd til að mynda í Austurbrú og Austurlandi. Ég held að með því að splæsa þessum þremur félögum saman leystust kraftar og læðingi sem myndu styrkja landshlutann allan. Frumkvæði að þessu verður að koma frá Akureyrarbæ enda erum við forystu sveitarfélag í landshlutanum og eigum að vera óhrædd og staðföst við að leiða jákvæðar breytingar. Nýlega var svokallaður brúarsamningur samþykktur í stjórn Akureyrarstofu og sendur til bæjarráðs sem hefur hann til umfjöllunar. Það reyndar þetta er orðið úrelt þessi setning í ljósi samþykktar bæjarstjórnar núna áðan. Þetta var samþykkt. Samningurinn brúar bil sem var annars milli eldri samninga við Akureyrarbæ og samstarfssamninga við aðila sem standa Menningarfélagi Akureyrar. Menningarfélagsins Hofs, Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands og Leikfélags Akureyrar. Á þessu ári verður unnið að nýjum samningi milli MAK og Akureyrarbæjar. Samstarf félaganna þriggja sem standa að MAK hefur gengið vel og kostir þess að hafa þennan hátt á er ótvíræðir. Þrátt fyrir það er ekki hægt annað en að minnast á þá erfiðleika sem MAK hefur glímt við á árinu. Það tók eðlilega nokkurn tíma fyrir nýja framkvæmdastjóra MAK að átta sig á umfangi vandans nýkomið til starfa. Nú er samt sem betur fer búið að koma málum í horf með því Akureyrarbær hljóp tímabundið undir bagga. Að mínu viti er þetta mál nú að baki, fjármál MAK eru nú í góðum höndum og ég tel að traust og góður trúnaður ríkir milli félagsins og Akureyrarbæjar. Á þessu ári hillir undir að hugmynd sem fylgt hefur rekstrarmódeli Hofs alveg frá upphafi geti orðið að veruleika. En það er sjóður sem ekki hefur fengið nafn en gæti heitið Viðburðarsjóður Akureyrar eða Hofs. Stjórn Akureyrarstofu hefur í hyggju að ráðstafa fjármunum í slíkan sjóð sem ungt og efnaminna listafólk og listahópar getur sótt stuðningi til að nýta Hof sem vettvang og þannig stað jafnfætis öðrum þekktari sem oft hafa öfluga framleiðendur á bakvið sig. Stjórnendur Menningarfélagsins þurfa þá ekki að standa frammi fyrir því að gera ákveðnum hópum sérstaka greiða eða veita sérstök afsláttarkjör sem eru ekki almenn.
Hluti af auknum framlögum frá ríkinu muni gera þetta mögulegt. Eins og áður sagði þá er mjög ánægjulegt að nú sé að hefjast framkvæmdir við endurbyggingu Listasafnsins. Þessi hefur verið beðið nógu lengi eða of lengi væri kannski nær lagi. Það verður mjög spennandi að sjá það möguleika sem nýtt og betra húsnæði mun skapa verða veruleika. Með framkvæmdum við Listasafnið verður listagilið fullkomnað og þar er eins og annars staðar þarf að gæta þess að halda uppi blómlegri starfsemi. Degluna hefði mátt nýta betur og nú er verið að skoða hugmyndir að koma þar á stofn grafíkverkstæði. Verkefnið er ekki mjög langt komið en er mjög spennandi og verður vonandi að veruleika seinna þessu ári. Listagilið er mjög þekkt og hefur sérstaka þýðingu fyrir marga sem eitthvað sem framsýnt fólk reiðist í fyrir mörgum árum og hefur staðið tímans tönn. Með enn blómlegri starfsemi í endurbyggðu Listasafni og öðru því sem jafnað er á seiði í gilinu er það í mínum huga eitt helsta aðdráttarafl fyrir ferðamenn, bæði innlenda og erlendra, til langrar framtíðar. Að undanförnu hefur farið fram vinna við að finna markvissari umgjörð sumarhátíðir á Akureyri. Niðurstaðan er sú að haldin verði vegleg Jónsmessuhátíð sem mun standa í 1 sólarhring með þéttri og líflegri dagskrá. Listasumar verður nokkurs konar vörumerki eða samnefnari fyrir listviðburði í júlímánuði og þá geta þeir sem standa fyrir viðburðum notið aðstoðar og kynningar frá Akureyrarstofu. Akureyrarvaka verður á sínum stað en í aðdraganda hennar verða listasmiðjur fyrir ungt fólk og hluti af hátíðahöldum Akureyrarvöku verður uppskjöruhátíð listasmiðjanna. Undanfarin ár hefur mikið verið spáð og spekulerað hvert eitt rétta form væri. Það finnst ef til vill aldrei en hugmyndin núna er að hafa þessa sumarviðburði með líkum hætti í nokkur ár til þess að það megi gera meira úr þeim og til að listamenn og aðrir getur skipulagt sér lengra fram í tímann. Það mun skila sér í markvissari vinnubrögðum og vonandi skemmtilegri dagskrá. Jafnframt mun það auðvelda ferðaskipuleggjendum að nýta viðburðina í vöruþróun og markaðssetningu gagnvart ferðamönnum. Skömmu fyrir jól mætti undirritaður hér og mælti fyrir nýrri ferðamálastefnu sem bæjarstjórn lagði blessun sín yfir. Stefna var unnin í víðtæku samráði við aðila í ferðaþjónustu og aðra sem koma að ferðamálum á Akureyri. Helstu áherslupunktar voru valdir. Allar árstíðir, innviðir, vistvæn og græn, menning og útivist. Einnig eru sérkaflar Hrísey og Grímsey. Stefnan byggir síðan á þessum þáttum með meginmarkmiðum og helstu aðgerðum til að ná þeim markmiðum. Stefnan er hnitmiðuð og henni fylgir verkefnalisti fyrir yfirstandandi ár þar sem tilgreint er hvaða verkefni á að vinna og hver ber ábyrgð á að þau gangi eftir. Verkefnalistin verður endurnýjaður árlega í tengslum við fjárhagsáætlun fyrir komandi ár. Einnig fylgir ferðamálastefnunni samantekt með tölulegum upplýsingum sem nýtist til að mæla árangur á stefnunni og það er Akureyrarstofa sem ber að mestu ábyrgð á eftirfylgni með hinni nýju ferðamálastefnu. Kynningamál eru kannski rauði þráðurinn í starfsemi Akureyrarstofu. Öll önnur verkefni tengjast í gegnum kynningamálin, stjórnun á vef Akureyrarbæjar og á vefnum visitakureyri.is fer fram þar. Í kjölfar skipulagsbreytingar síðustu áramót þarf að ákveða hvort eða hve miklu leyti vefur Akureyrarbæjar verði vistaður á stjórnsýslusviði. Þó umsjón með visitakureyri.is verði að sjálfsögðu áfram hjá Akureyrarstofu. Þessu tengist væntanlega sú vinna sem er að fara á stað varðandi rafræna stjórnsýslu og mótun upplýsingastefnu. Akureyrarstofa kemur að gerð ýmiss konar útgáfu kynningarefnis á sviði ferðamála og kynningar á Akureyri út á við og inn á við. Þar með talið ársskýrslu Akureyrarbæjar. Jafnframt annast Akureyrarstofa almannatengslarhlutverk eins og að semja fréttatilkynningar og koma málstað Akureyrarbæjar til skila sé þess þörf. Málaflokkar þeir sem heyra undir stjórn Akureyrarstofu eru ekki umfangsmiklir í samanburði við þá stærstu sem sveitarfélagið hefur með höndum. Þannig er áætlað að til menningarmála fari úr bæjarsjóði á yfirstandandi ári 723 milljónir króna, en þá er þess að geta að 390 milljónir króna af því fari inn í húsaleigu til fasteigna Akureyrarbæjar og 333 milljónir króna til annars rekstrar. Málaflokkur næstum tvöfaldaðist í umfangi þegar hof var tekið í notkun en meginhluti þess umfangs er húsaleiga af því glæsilega mannvirki. Eiginlegur vöxtur í framlögum beint til menningarstarfsemi hefur lítill sem engin verið síðan hrun.
Til atvinnumála eru áætlaðar 169 milljónir króna á yfirstandandi ári en í þeim málaflokki innri leiga einungis 6,5 milljónir króna. Inn í þessari fjárhæð allur rekstur Akureyrarstofu og stjórnar Akureyrarstofu. Í fyrra fékkst loksins hækkun framlaga ríkisins til menningarsamningsins við Akureyrarbæ. Þá hækkaði framlagið 30 milljónir króna og í ár bættist upphæð sem nemur verðlagshækkun milli ára. Heildarframlag ríkisins til menningarmála á Akureyri nema nú 172,2 milljónum króna. Þrátt fyrir þessa hækkun hún mun minni en menningarstofnanir ríkisins og menningarhúsið Harpa hafa fengið og því enn mikið verk að vinna fyrir Akureyrarbæ í að ná fram auknum framlögum svo fjármögnun ríkisins getur talið sambærileg við það sem gerist á höfuðborgarsvæðinu. Að óbreyttu staðan þannig að það verður ekki hægt að reka atvinnuleikhús á Akureyri sem stendur undir nafni. Þeir fjármunir sem leikfélagi Akureyrar eru skammtaðir eru það naumir að ekki mögulegt að fastráða leikara fyrir hvert leikár. Heldur einungis að ráða leikara til hvers verkefnis fyrir sig. Verkefnaval takmarkast einnig mjög af þessum sökum. Akureyrarstofa hefur umsjón með Skáldahúsunum, Laxdalshúsi, Friðbjarnarhúsi og fleirum. Á síðasta fundi Akureyrarstofu var samþykkt að ráðast í auglýsta Laxdalshús og jafnvel Friðbjarnarhús til leigu. Annarkvort til almenns reksturs sem greiddi þá markaðslegu fyrir húsin eða til annarra nota sem hefði þá samfélagslegt gildi þó að þau stæði ekki undir húsalegu. Meginmarkmiðið að húsin nýtist sem best og komi í veg fyrir þá sóun sem felst í því að þau standi ónýtt og tóm árum saman. Það verður einnig skoðað með hvaða hætti mögulegt að nýta sigurhæðir betur. Á vinnufundi sem Fasteignir Akureyrar boðuðu til fyrir skömmu með fulltrúum af ýmsum deildum bæjarins var niðurstaðan sú að mæla með að Akureyrarbær seldi rýmið sem ekki nýtist leikfélaginu. Rekstrarkostnaði þess hús væri enda betur varið til listsköpunar. Það kannski of snemmt að segja mikið atvinnumál enda þau nýkomin heim til Akureyrarstofu. Það bíður okkar á næstu vikum og mánuðum að spyrða þau aftur saman við önnur verkefni og ákveða hvernig þeim verður sinnt. Einhverjum verkefnum væri væntanlega rétt að sinna hjá Atvinnuþróunarfélaginu, til dæmis umsjá með brothættum byggðum í Grímsey og Hrísey, sem samstarfsverkefni Byggðastofnunar og Akureyrarbæjar. Ákvarðanir hvernig atvinnumálunum verður sinnt þarf á einhverju leyti að taka með hliðsjón af því hvernig starfsmannamálum Akureyrarstofu verður stillt upp. Á síðasta ári var hætt við að bæta við einu stöðugildi Akureyrarstofu. Nú verður stjórnun Akureyrarstofu í höndum deildarstjóra sem hefur minna stjórnsýsluhlutverk en framkvæmdastjóri hafði og getur þá einbeitt sér í auknum mæli að faglegum verkefnum. Og á síðustu stefnir í að umsjón með vefnum akureyri.is flytjist til stjórnsýslusviðs. Ég vænti þess að þessi mál skýrist á næstu vikum og held að þessi raunhæft að myndin verður skýrari fyrir sumarið. Það reyndar bæði raunhæft og nauðsynlegt. Að síðustu langum með þessum vettvangi að bjóða nýráðum sviðsstjóra samfélagssviðs, Kristján Reymarsson, velkomin til starfa. Vonandi opnast að einhverju leyti nýjar víddir hjá Akureyrarstofu með tengingu yfir íþrótta- og frístundamál sem eins og menning og listir skiptir miklu máli í atvinnulegu tilliti. Það ánægjulegt að Þórgnýr Dýrfjörð skuli áfram stýra Akureyrarstofu. Hann hefur fóstrað hana frá stofnun og mótað hana eins og hún lítur út í dag. Og hversu vel hugmyndin Akureyrarstofu varð að veruleika tel ég að sé mestuleyti honum og því góða fólki sem hann hefur valið með sér að þakka. Ég þakka samstarfsfólki mínu í Akureyrarstofu kærlega fyrir samvinnuna. Hún er góð og samkomulagið í nefndinni er gott. Mál er yfirleitt afgreitt samhljóða eftir lifandi umræður, stundum kannski fulllangar en oftast skemmtilegar. Takk fyrir. Formaður nefndarinnar Unnar Jónsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls ræðufulltrúi Eva Hrund. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Unnari fyrir góða yfirferð fyrir það sem við erum að gera í Akureyrarstofu. Ég tek hjartanlega undir það að samstarfið hefur verið gríðarlega gott innan nefndarinnar og bara mjög lítið verið pólitískan ágreining og má í rauninni þakka Unnari það að hann leyfir öllum að blómstra innan nefndarinnar og hugmyndir ávallt teknar gildar hvaðan sem þær koma.
vissulega mætti fundirnir stundum vera markvissari eins og Unnar kemur inn á en stundum kviknar reyndar mjög góðar hugmyndir út frá fjórri umræðu sem þarna myndast. Það sem ég langar að byrja á að fara yfir, bara svo ég gleymi ekki, að það sem mér finnst vanta upp á hjá okkur í Akureyrarstofu eru aðeins skipulegri vinnubrögð og að við höldum betur utan stöðu verkefna innan Akureyrarstofu. Ég held að það væri rosalega gott fyrir stjórnina að því að stundum myndin óskýr og sum verkefni verið að straga allt og langt á langinn og ég hef nú nefnt hér dæmisögun Montana-hillurnar sem tók okkur ansi langan tíma að ná úr geymslu og koma fyrir og koma stað. En þetta bara eitthvað sem við verðum að bæta með markvissari vinnubrögðum. Ég nokkuð svona óska eftir því að við setjum verkefnin upp í skjal og stjórnin fari reglulega yfir skjalið og ég alveg vissum að þetta sé alveg að komast í framkvæmd hjá okkur. Eins ef ég sem og fleiri innan stjórnarinnar eða ráðsins óska eftir því að reglulega sé farið yfir fjárhagsáætlunina en mér fannst því verulega ábótavant þegar ég byrjaði í þessari stjórn og eitt af því fyrsta sem ég reyndi að ræddi hér í bæjarstjórnarstór var skilvirkara eftirlit með stöðu áætlana og að vinnubrögðin yrðu samræmd innan sviða. Og ég vil bara benda bæjarfulltrúa Guðmundi sérstaklega á að það eru upptökur þess efnis. Þetta er reyndar annar fundurinn sem að Guðmundur kemur inn á það að sjálfstæðismenn sé að eigna sér hugmyndir annarra. Ég bara tekur svo mjög persónulega og ég ræddi þetta við hann mjög alvarlega eftir síðasta fund og þá nefndi hann að væri ekki að tala um mig en mér langar bara, ef þetta á ekki við okkur öll, að þá langar mér bara að biðja að hætta að setja því samhengi við alla sjálfstæðismenn hér inni. Eins ef eitthvað á þessu á mig, þá óska ég þess að fá bara skriflega frá bæjarfulltrúa Guðmundi dæmi þess efnis. Bara þannig að það sé á hreinu. En samkvæmt árbók sveitarfélaga er Akureyrarbær að eyða 5,8% í menningu og listir á meðan stærri sveitarfélagin er að eyða mun minna, Reykjavík 5% og hinn fyrir neðan. Já, von á því að bæjarfulltrúi Gunnar fari kannski aðeins betur yfir þessar tölur. En eins og Unnar kom inn á, þá erum við að eyða 54% af þessum 5,8% í innri húsalegu. Það er 54% að fara í steypu. Við bara orðum á þannig. Það væri áhugavert að komast að því hvernig þetta skiptist hjá hinum sveitarfélögunum. En í því samhengi ætla ég að snúa umræðinu að listasafninu. Ég hef ávallt sagt að þær hugmyndir sem eru með listasafnið séu mjög flottar og metnaðarfullar. Og ég hef ávallt talað fyrir því að ég vilji sjá þær blómlegt líf og mikla listsköpun. Ég hef samt haft mínar efasemdir það að við séum að fara rétta leið með því að eyða svona miklu peningum í steypu en ekki listina sjálfa. Ég er á því að það sé hægt að gera mjög flott listasafn fyrir minni pening og þá hugsanlega með því að sleppa því að tengja Ketilhúsi við og jafnvel bara selja það til einkaaðila. Þá jafnvel til aðila sem hafa hugsanlega þá huga á að setja upp norðurljósasafn eins og einhver bæjarfulltrúi nefndi hér daginn. Hér í þessum ræðustól að mig minnir á síðasta ári og að mig minnir að það hafi verið formaður bæjarráðs, en ég ætla ekki að fullyrða að þá hafi verið sagt að hér ætti ekki að eyða krónu meira í listasafnsframkvæmdina en 400 milljónum. En samt sem áður virðast embættismenn og hönnuður vinnað hönnun sem kostar bæinn mun meira. Nú síðast ég heyrði þá eru komin upp í 540 milljónir. Ég heyrði það allavega nefnt og ég er ekki búin að fá það staðfest hvort að búnaður sé það innifalinn eða ekki, eða hvort hann er eftir að bætast við. Þannig að í þessu tilfelli og reyndar örugglega nokkrum sinnum áður er hönnun því engan veginn í takt við þá fjárhagsáætlun sem hefur verið sett fram. Ég yrði persónulega ekki sátt við það ef ég færi til arkitekts og bæði hann að hanna fyrir mig einbýlishús fyrir 40 milljónir en svo er hönnunin sem ég fæ þess efnis að hún krefst þess að ég eyði 70 milljónum í einbýlishúsi. Þannig að ég bara hugsi yfir þessum vinnubröðum. Er þetta eitthvað sem við þurfum að fara að skoða betur bara hérna hjá okkur í stjórnsýslunni almennt? Ef við setjum áætlum einhvern kostnað, ætlum við að halda okkur við það eða ætlum við alltaf að bæta í?
Mér finnst einnig líka óljóst ennþá hvaða starfsemi eigi að vera í húsinu. Fyrir breytinga voru í Listasafninu vinnustofur fyrir listamenn. Hugsun að þeir hafi aðsetur í Listasafninu sjálfu eftir breytingar eða munu þeir sjálfur þurfa að útvega sér húsnæði eða það hugsun að bærinn munu skaffa annað húsnæði fyrir þá aðila. En ég satt með þeim á fundi daginn og ég fann kallað eftir þessu. Eins hefur Kaktus sem hefur verið mjög virkur hópur listamanna verið með aðsetur í húsnæði þar sem Listasafnið í dag. Þeir eru núna að leita sér framtíðar húsnæði. Munu þeir fá aðsetur innan þessa húsnæðis eða erum við að fara að finna annað fyrir þann hóp? Þannig að þarna allan nokkra spurningar sem ég hefði viljað fá svör við. Ég var í hópi sem var myndaður til þess að ræða framtíð listasumars og þá var einmitt haldinn fundur með hópi listamanna sem var afar góður og mjög upplýsandi fundur fyrir mig sem bæjarfulltrúa og ég bara legg til að sem flestir bæjarfulltrúa, við myndum jafnvel bara halda fund saman fyrir bæjarfulltrúa og hitta þessa aðila. En þar kom mjög sterkt fram að sá hópur listamanna sem stundar sína list og tengist listakynnu finnst ekki sætt nægt fjármagn í listina sjálfa. En hvað var það ákvörðun listasumari, ég er mjög ánægð með þá lendingu sem var tekin þar og ég er ánægð með að lógóið fá að halda sér þó að verkefni sé í breyttri mynd. Þannig að ég vona að sem flestir séu mér sammála í þeim efnum. Menningarfélagið, ég hef aðeins komið að vinna með þeim þar sem ég sitt í stjórn Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands. Ég verð nú bara að segja það, jafnast á við Grettistak hverju þau hafa óorkað í viðsnúningi rekstursins núna á síðustu misserum. Ég auðvitað bara krossleggur maður fingur og vonar að þær áætlanir sem hafa verið settar muni áfram muni standast áfram. Því að þarna er mjög metnaðarfullt starf unnið og ég er sannfærð það að þessi breytinga hafa sett þessi félög saman. Ég sannfærð að sú ákvörðun hafi verið rétt og þannig ég vona virkilega að þetta sé núna byrjun á einhverju góðu og þarna sé félag sem muni á næstu árum fara að blómstra allverulega. Og mér finnst þetta reyndar líka bara ótrúlegt hvað þau hafa náð að búa til og haldið út í starfsemi núna á þessu starfsári með við afskaplega lítið fjármagn. Með samhentu átaki margra aðila tókst að fá ríkið til þess að bæta við 30 milljónir við menningarsamninginn á síðasta ári og svo núna að fá verðlagshækkun á milli áranna 2016 og 2017. Ég held að við séum samt öll sammála hér inni að við erum enn langt í land með að fá ásættanlega hlutdeild af fjármagni í menningarmál frá ríkinu á þetta landsvæði. Þannig að það er ærið verkefni framöndan í okkur sem vinnum að þessum málum að reyna að rétta þann hlut af. Mér líst mjög vel á að stofnaður verði sjóður fyrir ungt og efnaminna listafólks sem það getur leitað í til þess að koma listsköpun sína á framfæri í hófi og það er eiginlega bara að mínu mati að það var eiginlega nauðsynlegt og ég held að sem mati fleira að taka þessa kvöð af menningarfélaginu og setja það frekar inn á borð bæjarins. Ég er nokkur sem talað það hér að ég upplifi eins og kannski margir aðrir óljós skil á milli Akureyrarstofu, Markaðsstofunnar, Atvinnuþróunarfélagsins og Eyþings. Ég sitt sjálf í stjórn Eyþings og er afar ánægð með þá ákvörðun stjórnar að gera fýsileikakönnun á sameiningu á atvinnuþróunarfélögunum á Eyþingi og ég bara vona að það komi jákvætt út því að það hefur verið mín skoðun lengi að þetta eigi að skoða. En ef af því verður að þetta verði að hluta til sameinaða þá þarf samt sem áður að skerpa skilin á milli þeirra sem eru þó ekki innan þessar sameiningu og þeirra sem að verða utan hennar. Þannig að en samt sem áður að halda þessari góðu samvinnu sem að hefur verið. Ég reyndar ósammála Unnari með það að eigi að bæta Markaðsstofunni við í þennan pakka.
Bara ástæðan fyrir því að hún allt öðruvísi sett saman. Þarna eru einkaaðilar sem að hluta til standa að henni og ég sé ekki endilega fyrir mér í framtíðinni að sveitarfélögin eigi að vera svona sterk inn í markaðsþróun. Þegar hlutfall ferðamanna hingað á þennan landshluta eru orðin góð og ásáttarlega fyrir okkur, þá held ég frekar að við eigum að draga okkur úr og eyða orkunni okkur í eitthvað annað heldur en markaðsstofu ferðamála. Og þá bara náttúrulega eigi einkaaðilarnir að bæta í ef þeir hafa hug á því eða jafnvel kannski verði bara ekki þörf fyrir þetta lengur. Eins og ég sagt hér áður þá var einstaklega gaman að taka þátt í mótun ferðamálastefnunnar. En við þurfum náttúrulega að hafa í huga eins og aðra stefnur og það ekki nóg að setja fram stefnuna, við þurfum að vinna að henni og henni þarf að fylgja fjármagn og við höfum kannski svo sem ekkert mikið rætt það hvaða fjármagn á að fara í hana. En verkefnalistinn var stór þetta árið en með stefninu var sem sagt gerður verkefnalisti til árs. Og mér langar bara að nefna því að Unnar kom kannski ekkert mikið inn á ferðamálastefnunum, bara nokkur dæmi sem að eru í vinnslu eða á að vinna á þessu ári og það til dæmis hjartað í Vaðlaheiðinni að endurgera það í samstarfi við fyrirtæki í bænum. Skoða afgreiðslu og opnunartíma stofnana á vegum bæjarins með tillit til þarfa ferðaþjónustunnar. Síðan náttúrulega millilandaflugið að áfram að vinna í því eins og við höfum verið að gera. Ráðstefnuklasi, tryggja aðgengi að ferðamannastöðum, bæta merkingar fyrir ferðamenn. Þetta hefur nokkur sinnum rætt og gríðarlega mikilvægt og hefur verið verulega ábótavant. En í ferðamálastefnunni einnig nefnd safnastefnan sem við þurfum að fara að vinna að og eitthvað einmitt sem við höfum rætt ansi lengi innan Akureyrarstofu en hefum ekki komið af stað. Þannig að þetta eitt af verkefnunum sem við þurfum að geta exa við í kratanum. Annað mál, mér finnst afskaplega mikilvægt að leggja áherslu á að við fáum það í gegn að skáldahúsin verði viðurkennt sem þjóðargersemar. Og ég held ég þreytist nú ekki að minna á það innan stjórnar Akureyrarstofu, en ég vona svo innilega nú þegar Brynhildur þingmaður Bjartrar framtíðar hefur hætt á þingi að það séu aðrir þar innanborðs sem munu tala þessu máli. Og ég vil bara þakka, hún á bara þakkir skildar fyrir þá vinnu sem hún lagði til við að reyna að koma þingheimi í skilning mikilvægara þessa mála. Og auðvitað það bara núna okkar bæjarfulltrúar að láta í okkur heyra og berjast fyrir þessu áfram. Ég ætla svo sem ekkert mikið að fara yfir atvinnumálin, þau eru náttúrulega bara nýkomin inn á okkar borð þannig að við erum svona ennþá bara að koma okkur inn í þann málaflokk. Við fengum bæjarfulltrúa Matthías inn til okkur og fundi ekki alls fyrir löngu þar sem að hann fór yfir það sem að atvinnunefndin sem var lögð niður núna áramótin hafði verið að gera. En að því að Unnar kom nú ekki inn á það kannski vert að nefna að atvinnunefndin var á sínum tíma að vinna að stofnun frumkvöðlaseturs og mér heyrist að það sé svona núna að komast í framkvæmd og sem bara mjög ánægilegt. En það nokkur verkefni önnur sem að mér kannski vill aðeins koma inn á. Mér finnst við ekki vera búin að leggja nóg mikið effort í það og þurfum að fara að einbeita okkur eða leggja meiri orku peninga í það að auglýsa Akureyrarbæ sem búsetukost. Við höfum svolítið verið að leggja mikla áherslu á ferðamenn en minna kannski á búsetukostinn. Eins ef ég tala fyrir því áður að mér langar að við gerum þær á tengist atvinnumálunum og ég sagði á fundin daginn taka samanburð á tölum tengjast atvinnugeiranum, hvernig við erum að koma út í samanburði við önnur sveitarfélög, þannig að skoða fýsileika okkar til þess að laða að okkur fyrirtæki. Unnar myndist á upplýsingastefnuna, en það einmitt verkefni sem hefur tekið okkur svolítið langa tíma að koma í ferli, en ég fór og fletti því upp, það akkurat ár síðan
að Akureyrarstofa lagði til við bæjarráð að stofnaður yrði vinnuhópur mótun upplýsingastefnu fyrir Akureyrarbæ sem heild og að vinnan verði leidd af Akureyrarstofu í samvinnu við Ráðhús. Mér langaði bara að kanna hvar þetta mál væri statt, hvort það hefði verið búið að taka þetta í bæjarráði. Ég bara þekki það ekki því að þetta ekki verkefni sem komið af stað innan Akureyrarstofu. Eins annað mjög mikilvægt og stórt verkefni sem ég þreytist ekki að minna á, en tek þá sérstaklega fram að gefnu tilliti að það ekki mín hugmynd, en það Akureyrarkortið. Það íbúakort fyrir bæjarbúa og mér finnst bara mjög mikilvægt að við keyrum það verkefni áfram. Að lokum vil ég einnig bjóða Kristinn Reymarsson velkominn til starfa og hlakka til að fá að kynnast honum og fá hans sýn á þennan málaflokk. Eins ég afskaplega ánægð með að Þórgnýr muni áfram stýra Akureyrarstofu því ég held að þekking hans og reynsla sé bænum til góða. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka formanni Akureyrarstofu, Unnari, fyrir ágæts yfirferð og ekki síður bæjarfulltrúi Evu Hrund fyrir þetta innlegg sem hún var með hérna áðan. Ég ætla nú að reyna að passa mig að fara nú ekki að ræða alveg sem mál og hún. Það nokkur atriði sem ég langar til þess að nefna í tengslum við þessi stefnuræðu og kannski forvitnast og fá svör við. Ég vil taka í fyrsta lagi bara undir orð bæjarfulltrúa Evu Hrundar hérna áðan starfsmenn og stjórnendur hjá MAK. Mér finnst að teka undir það er aðdáunarvert hvernig þeir hafa tekist á við það verkefni sem þeir stóðu frammi fyrir þegar að staðan varð ljós á síðasta ári og það alveg greinlegt að menn leggja allt í sölurnar til þess að halda sjó, sinna góðu verki og starfi. Og ég var einmitt á frumsýningu á laugardaginn á mjög góðu leikverki þar sem ég dáðist meðal annars að því hvernig þau fóru að því að setja verkið upp varðandi leikmynd sem gerir það að verkum að þetta kannski ekki eins kostnaðarsamt og fyrirferðarmikið og ella hefði orðið og mér fannst þetta bara hrein snilld og sýnir bara hvað hægt að gera með góðu og frjóri hugsun. Og ég vil líka þakka stjórn Akureyrarstofu og starfsmönnum í raun og veru fyrir þá vinnu sem hefur verið í varðandi stefnumörkun því að mér finnst til þess vinna við ferðamálastefnuna vera alveg til fyrirmyndar og það mega fleiri taka sér hana til fyrirmyndar og bæði hvað varðar uppsetningu, útlit, framsetningu og það hvernig mælikvarðar og annað eru settir inn í hana. Það má eiginlega segja það sama atvinnumálastefnuna sem var samþykkt hér á síðasta kjörtímabili. Og ég benti nefnitt á þá í umræðum breyting og fyrirkomulagi atvinnumála þegar ég vildi bara sjá þess að þennan málaflokk áfram inni hjá Akureyrarstofu en það hlaut nú ekki góðan hljómgrunn á þeim tíma. Það gott að menn hafa séð að sér hvað það varðar og það reyndar áttu nú sjálfstæðismenn, furðulegt nokk. Ég tek eftir því í ræðu formanns að hann tínir upp verkefni úr samstarfssamningi meirihlutans fyrir þetta kjörtímabil og skaut hann dálítið léttilega framhjá því svona finnst mér hvar þessi verkefni standa. Það væri kannski svona gott að vita ef að menn að setja eitthvað niður eins og það að marka skýra stefnu í málefni norðurslóða. Hvar stöndum við núna hvað það varðar? Stuðlað atvinnu frumkvæði öllum sviðum. Jú, við erum að setja upp nýsköpunarmiðstöð sem bara hið besta mál. En hvar og hvernig erum við að gera þetta? Tengja betur menningarstofnanir og skólastarf, það reyndar kemur aðeins inn á það að það kannski megi styrkja það, en hvar stöndum við nákvæmlega?
Ég líka velti því fyrir mig þegar koma svona fullyrðingar eins og jafnframt með endurnýja listasafn gera miðbæina enn eftirsóknarverðari áfangastað en nú er. Og þá spyr ég, hvernig? Hvað breytist? Við hverju felst þetta aukna aðdráttarafl? Ég er ekki að, ég geti alveg verið að sjá það. Ég auðvitað sé að það að setja upp kaffihús í Gilinu, það hlýtur fyrir að auka einhverju leyti aðdráttarafl. Ég held að vera bara nóg að þeim í bænum nú þegar. Og það er einkarekstri líka. Svo ég ætla ekki að eyða löngum orðum og mörgum í hugmyndirnar sameiningu atvinnuþróunarfélagsins Eyþings og markaðsstofunnar. Ég hins vegar vara stórlega við því að fara að taka mið á Austurbrú sem ég held að sé ekki svona uppsetning sem sé til fyrirmyndar. Ég held að menn hafi einmitt lent í alvarlegri blindgötu þar á Austurlandi að mörgu leyti. Og ég geld varhuga við því að fara að taka markaðsskrifstofan inn í þetta og þessum stigi miðað við það hvernig uppsetning hennar er. En bendi bara líka á það því að ég ætla að gera það í framhaldinu svona reglulega að Eyþing og atvinnuþróunarfélagi eru náttúrulega afsprengi nokkurs konar þriðja stjórnsýslustigsins. Þau eru til vegna þessu sveitarfélögum, þau eru svo mörg að þau þurfa að sameinast verkefni. Þannig að einfaldasta leiðin er að sjálfsögðu bara sameina sveitarfélögin, málið dautt. Hins vegar velti ég fyrir mér að því við erum nú með Eyþing og atvinnuþróunarfélagið. Atvinnuþróunarfélagið hefur nú verið að vinna raforkumálunum til dæmis undanfarin misseri og lagt sig eftir því að koma þar málum af stað, meðal annars með því að kalla saman nefndu svæðisskipulag og ýmislegt fleira. Síðan frétti maður af því að stjórn Eyþings allt í einu komin á fund vestur í Varmahlíð með systursamtöku sínum á Norðurlandi vestra og samt forvígismenn raforkufyrirtækja og farin að ræða þar raforkumál, flutning og framleiðslu og flutningsöryggi á svæðinu á Þorrandagötu sem ég gerir ráð fyrir að hafi rætt þar. En engin fulltrúi frá atvinnuþróunarfélaginu sem er með verkefni samt sem áður einhvern veginn á sinni könnu. Og ég bara velti fyrir mér hvað er í gangi. Akkur tala menn ekki saman á milli hæða og eru bara saman í verkefninu. Ég bara skilja þetta ekki. En það kemur kannski þessu máli ekki við nema að hluta til. En það var til dæmis ein af ástæðum þess eftir því sem ég best veit þegar atvinnuþróunarfélagið var flutt á þann stað sem það er núna. Það var til að skapa meiri samfellu og samlegð í starfsemi atvinnuþróunarfélagsins og Eyþings og jafnvel markaðsstofuna líka. Síðan velti ég einu fyrir mér. Mér langar bara til að orða það hérna aðeins með listasafnið. Ég get svona ekki alveg láta það í friði. Á listasafninu voru 4,39 stöðugildi árið 2012. Þau eru orðin 6,16 á síðast ári, raunstöðugildin. Þarna hefur þeim fjölgað svona cirka 1,7, 1,8. Og þá man ég eftir því að við samþykktum ef ég man rétt tillögu Akureyrarstofu að þarna yrði aukið hálft stöðugildi fyrir 1,5 ári síðan eða svo, sem var gert. Og þarna hefur samt orðið einhver bólga. Eftir því sem ég best veit þá er þarna forstöðumaður, fjármálastjóri, afgreiðslufólk, húsverðir og safnfulltrúar. Og ég velti upp af hverju ósköpun nýtum við ekki samlegðin af því að listasafnið sé hluti af MAK. Ég man eftir því einhverju umræðu að það þótti kannski ekki alveg ráðlegt á sínum tíma að taka listasafnið inn í þetta. Ég man ekkert alveg af hverju. Ég man að það voru sett fram einhver rök á móti, ef ég man rétt. En ég óska eftir því að formaður Akureyrarstofu kannski koma aðeins inn á þetta mál, því að ég get ekki betur séð en að það liggi svona ákveðin samlegð í því að taka allavega eitthvað af þessum verkefnum inn í þá MAK og vinna þau sameiginlega. Síðan talað um deiglu. Hana hefði mátt nýta betur
og nú séu allt í einu búið að finna hugmyndi til þess að nýta hana betur. Af hverju ekki að selja Deilu? Ég skil ekki þessa þrákelkni í mönnum að reyna að halda í hvert hús sem mögulegt að halda í og byggja alltaf meira og meira. Og það er reyndar dálítið alvarlegt ef að rétt að við séum að fjölga fermetrónum í listasafninu mjög mikið og leið að útvísa starfsemi listamanna úr húsnæði með einhverjum hætti. Er það ekki eitthvað öfugsnúið í þessari hugmyndafræði? Nú, það er talað hérna það sem alveg rétt að húsaleiga stærstur hluti reksturs menningar í menningarmálaflokknum. Og tekið hérna fram að hann sé 54% og ég ætla bara að benda ykkur á glæruna sem ég sendi en komst því miður ekki nógu snemma til að birtast á skjánum. Þetta eru 54% eða 390 milljónir sem að fara í innri leigu, þar að segja steypuna eins og bæjarfulltrúi Eva Hrund nefndi hérna áðan, og það eru þá 333 milljónir eða 46% sem fara þá í annan rekstur og langstærstu hluti þessi eru laun. Svo er það alveg rétt að það er hérna tekið fram að það sé vilji til að selja rýmið og nýta þá fjármuni sem þar losna til þess að efla listsköpun í bænum. En ef við flettum aðeins á næstu glæru þarna, ef við erum með þetta fyrir framan ykkur, að þá tók ég bara svona ganni, svona grófa mynd af því ef að listasafni væri nú komið inn og staðan óbreytt. Ég lækkaði annan rekstrakostnað vegna þess að ein af forsendunum sem eru dregna fram með því að tengja Ketilhúsi og Mjólkursamlagi saman séu að þarna sé hægt að spara þá stöðugildi jafnvel. Þannig að ég lækka bara launakostnað með núverandi stöðu en hækka innri leiguna þessar 54 milljónir sem falla þá á sveitarfélagið vegna þess að það er búið að samþykkja að bjóða út byggingu listasafnsins fyrir 540 milljónir. Þannig ég geri ráð fyrir því að það sé bara lágmarkstala. Þá eru við konið með 444 milljónir innri leigu eða 57%. Og það er kannski þetta sem að maður svona veltir fyrir sér í öllu þessu samhengi að í kosningabaráttunni 2014 þá held ég allir flokkar hafi verið með það á stefnuskrá sinni að þeir vildu klára listasafnið. Ég held að allir hafi verið sammála um það. Efla og styrkja og klára þetta húsnæði sem stóð efla þannig starfsemina og gera það vel og það var talað einhverju 100-150 milljónir og við fórum náttúrulega bara staðið með það inn í baráttuna og ekkert mál með það. Ég man meira að einhverju tímapunkti var að tala 50 milljónir sem er náttúrulega bara hlægileg tala miðað við það sem við erum að horfa á í dag. Ég bara skil ekki alveg hvernig upplýsingaflæði virkar hérna vegna þess að nú liggur fyrir minnisblað undir fundargerð umhverfis- og mannvirkjaráðs þar sem fram kemur að hugmyndirnar þessa hönnun hafi komið fram í kringum 2011. Og þá skil ég bara orðið ennþá minna í þessu máli. Og það er kannski þetta sem að velti fyrir sér. Svo náttúrulega hitt að þegar að fullvirt var hérna í ræðustól að þetta myndi ekki kosta meir en 400 milljónir, þá sagði þáverandi framkvæmdastjóri fasteigna Akureyrarbæjar að þetta væri aldrei undir 500 milljónir. Hvað var þá gert eins og bæjarfulltrúi Eva Hrund var að benda á? Var þá ekki bara hjólað í verkefnisliðið og sagt, heyri, þið fyrir að skrúa það niður, nú bara förum við ekki 400 milljónir og þessi hönnun, hún verður bara þannig að þetta kosti ekki meir. Punktur og basta. Það hefur ekki verið gert. Og kæmi mér í sjálfu sér ekkert á óvart að þessi kostnaður yrði meiri. Hvort það verið 600 milljónir, 650, 700, hvað veit ég? Því miður að þá hefur allt og oft borið við að við erum ekki að vinna þessar áætlanir þannig að þær standist upp í staði. Og það er kannski líka hitt sem við erum að hafa í huga
að við erum kannski að fara þarna í framkvæmdir ekki á besta tíma með tilliti til þess hvers konar tilboð við fáum. Og hér erum við ekki að tala gegn því að listasafninu verði búin góð aðstaða, fjarri því. Við erum heldur ekki að tala um það að gera lítið úr listastarfinu. Ég hef verið miklu frekar tilbúin til þessu. Ég held við værum öll sammála um það að taka þessa 10, 14, 15, 20 milljónir sem að munu aukast, sem munu hækka vegna innri leigu af því að það er búið að auka kostnaðinn við bygginguna, sjá það inn í listastarfinu. Þá komum við kannski einu sem við þurfum að hafa kannski í huga, ef maður skoðar þessar pælingar sem ég var að setja þarna. Akureyrarbær hefur í gegnum árin verið að leggja heilmikið í menningarmál. Og það er bara að fara langt aftur og sjá það að 6% af skatttekjum bæjarins, 6-7% á undanförnum árum hafa farið í menningarmál. Á sama tíma hefur þetta hlutfall verið svona rokka frá 5 upp í 6 í Reykjavík, en verið þetta frá 2 upp í 3%, til dæmis í Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði. Reykjanesbær hefur yfirleitt verið með aðeins hærra hlutfall og meðaltalið í þessum sveitarfélögum er í kringu 4%. En hvaða tölur er þetta þá? Á árinu 2015 þá er Akureyrarbær að setja 39.600 krónur á íbúa í menningarmál. Í Reykjavík er þetta 31.746. Í Kópavogi 15.183, á Hafnarfirði 13.336, meðaltali 26.612. Hjá öllum þessu sveitarfélögum er langt yfir þessu, sem segir okkur bara það að við erum að setja heilmikið í þetta, en erum við að setja það þá á rétta staði. Og þetta vakti mig til umhugsunar umfjöllun sem við fengum með kynningu á rekstri leikfélagsins, þar sem því var haldið fram, og hugsanlega bara með réttu, og er örugglega rétt, að Reykjavíkurborg setja 8.000 hvern íbúa í leikfélag Reykjavíkur, en miðað við þær upplýsingar sem ég nýjasta núna, að þá er Akureyrarbær að leggja 5.300 krónur á íbúa, eða 34% minna. Þá fór ég aðeins að pæla, við getum orðað þetta svona, en hver ákveður skiptingu? Við erum að setja miklu meira fé inn heldur en önnur sveitarfélög á sambærilegri stærð. Þannig að við hljótum að velta því fyrir okkur, hver ákveður skiptingu? Af hverju er leikfélag ekki að fá meira eða þar fram til út? Og nú er ég ekki að gera lítið úr þeim vanda að við erum ekki að fá þau sanngirnisframlög frá ríkinu í samanburði við Reykjavík. Bara alveg fjarri. Og það liggur alveg fyrir að við þurfum að sækja það mál mjög stíft. En ég kannski vil koma sér umræðu að það plana við síðan þá ræða þetta út frá einhverjum svona raunforsend. Og það sem mér finnst gleymast í þessu er það að leikfélagið stóð á árinu 2012, ef ég man rétt, með 90 milljón krónar skuld allt í inn á bakinu. Þið leiðréttið mig ef ég er að fara með rangt. Það var ákveðið að greiða þá skuld upp en lækka framlagið til leikfélagsins næstu ár til að greiða þetta tilbaka. Leikfélagið er rétt að komast upp úr þessum öldudal þegar Menningarfélagið stendur með 75 miljón krónar skuld á bakinu sem þú ræður ekki við. Það var síðasta ári. Aftur hleypur bærinn undir bagga, greiðir skuldina 75 milljónir, en Menningarfélaginu er ætlað sem að greiða það tilbaka núna næstu 2 árum. Það voru 20 milljónir sem fóru ekki til Menningarfélagsins á síðasta ári og 27,5 ára. Þessu og 27,5 á næsta. Reyndar kemur þar inn á þessu ári þessar 5 milljónir í árangurstengingu ef þau standa sig, sem ég finnst bara sanngjarnt, líka af því að íþróttafélög hafa fengið slíka bónusa hér fyrir. En þá velti ég fyrir mig, bitnar þetta ekki á leikfélaginu?
sjálfsög bitnar þetta á leikfélagi. Við meðum ekki gleyma þessi umræðinu að við höfum skorið niður framlög til leikfélagsins vegna þessara uppákoma sem hafa sko ekkert með stjórnendur eða starfsmenn leikfélagsins að gera núna til dæmis. En þetta bitnar á. Þess vegna bara klappa ég fyrir þeim og þessari sýningu sem þeir eru með á fjölunum núna sem ég finnst bara frábært verk efni hjá þeim og frábær lausn miðað við þröngan hag. Og það er kannski það sem lýsir þessu en ég vil bara að við tölum hlutina eins og þeir eru og ræðum það bara á þeim grunni sem það raunverulega er. Það er alveg staðreynd að hluta sér svona, ég ætla ekki að segja sjálfskaparvíti en það má líkja því að hluta til við það. En það sem að sko fer fyrir brjóstið á mér í öllum þessum pakka, það er raun og veru það að okkur tekst einhvern veginn ekki að komast út úr þessum farsa að auka alltaf útgjöld í tengslu við steypuna. Steypan hefur bara ekkert með starfið að gera í þeim skilning. Og mér minnist að frásögn kennara og skólastjóra og skóla í Reykjavík sem fóru til Bandaríkjanna og skoðuðu þar fjöldan allan af skólum. Og það sem þau ráku augun í, það var svona megin niðurstaða þeirra, kannski að hluta til, það fer ekkert eftir aðstöðunni sem þú býrð við, hvers konar starf er í stofnunum. Það bara fer ekkert eftir því. Það getur hjálpað til ef réttir á málum haldið. Það er hugafarið, það er svigrúmið og það eru tækifæri sem við nýtið þér sem skapa gæðastarf og eflir starf. Við viljum sjá aukna listsköpun í bænum. En við gerum það ekki með þessari framkvæmd sem hér er verið að lýsa, því miður. Þannig að ef menn ætla að auka steypuna, reynum þá að losa okkur við eitthvað aðeins á móti. Og mér finnst einhvern veginn eins og við séum aftur að leggja út á þá braut að byggja annað menningarhús. Við erum með eitt stórt menningarhús. Nýtum það. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka formanni Akureyrarstofu Unnari fyrir hans málflutning hér, eða hans framsöguræðu. Ég vil líka þá nota tækifæri og biðja Evu Hrund afsökunar á því ef ég hef móðgað hana persónlega en ég skal á muna það að passa tungu mína, en ég sá að Gunnar brosti yfir því þegar ég var að gagnrýna hann. Hann er svona kannski með vissu upp á sig skömmina en ég ætlaði engan að móðga. Aðeins kannski að því sem að hefur komið hérna fram og mér langar aðeins að ræða af því ég er nú formaður Eyþings líka, þá hafði þessi sameining Eyþings atvinnuþróunarfélagina verið í athugun hjá Eyþing og við nýverið höfum fengið rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri til þess að gera úttekt á þessu. Ég tek undir með Evu Hrund að ég vona það að þetta verði til þess að góð niðurstaða fáist. Ég held að það sé vilji okkar Akureyringa að sjá þetta verða veruleika og það kom glöggt fram í málflutningi formans Akureyrarstofu hér áðan. Hins vegar erum við kannski við erum ekki alveg sammála því hvort að markaðsskrifstofan eigi heima þarna inni. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Evu og líka bæjarfulltrúa Gunnari að ég held að markaðsskrifstofan þurfa að standa utan við þetta. Hins vegar er það þannig að í öllum þessum stofnunum sem við erum að reka þá er það Akureyrarbær sem er hryggjarstykkið í rekstrinum, þar að segja við erum að borga þessar stofnanir að stóru hluta. Í Eyþingi erum við að borga einhver 73% af rekstrinum, atvinnuþróunarfélögunum 63% í Eyþingi og 73% af atvinnuþróunarfélaginu.
Þannig að þetta eitthvað sem við viljum bara láta skoða og kanna og hvort að hugsanlega megi gera með öðrum hætti, ekki þá til að endilega draga úr kostnað vegna þessa, heldur bara að nýta fjármunum okkur betur. Það það sem ég til vera afar mikilvægt. Við erum, og af því að bæjarfulltrúi Gunnar vék úr salnum, þá ég kannski vilja hafa hann þegar ég verið akkúrat að tala mál sem hann talaði hér áðan, sem var svæðisskipulag. Og það til dæmis eitt af því sem hefur verið vistað hjá atvinnuþróunarfélaginu. Og spurningin svo á svæðisskipulag akkúrat að vera hjá atvinnuþróunarfélaginu vegna þess að atvinnuþróunarfélagin eru í öllum tilfellum í dag komin undir landshlutasamtökin. Það bara hér á þessu svæði sem þetta þannig að svæðisskipulagið, Eyþing í rauninni stofnun sem í rauninni ætlað að vera í samskiptu við stjórnvöld fyrir sveitarfélögin hér á svæðinu og þá kannski væri eðlilegra að svæðisskipulagið heima inni hjá Eyþing. Þannig þetta eitthvað sem menn ætti að hafa til athugunar og það kannski gerist þegar atvinnuþróunarfélagið kemur inn í ef það verður. Við erum til dæmis núna hjá Eyþing að vinna að verkefni sem til svæðisskipulag ferðaþjónustu og það eitthvað sem gert og unnið í gegnum sóknaráætlun. Þannig að þetta pínur til skarast þarna og það það sem ég mjög oft talað fyrir að mér finnst svona stundum að við séum öll að vinna að sömu málum og af því til að mynda bæjarfulltrúi Gunnar benti á það að atvinnuþróunarfélaginu hefði verið boðið að fara með okkur á fund á mánudag þar sem að svæðisfélögin, þar að segja svæðisfélag á Eyþing, landshlutasamtökin voru að tala hér á Norðurlandi eystra og Norðurlandi vestra, voru að tala saman raforkumál og fengu til sín sérfræðinga. Jú, vissulega mátti segja að við hefðum mátt að taka fleiri inn og það var mjög rættu þá tímabili að gera þetta á opnum fundi. En það var hins vegar krafa þeirra fyrir vestan okkur að þetta væri bara stjórnir þessara samtaka sem þarna hittust og við fórum á þeim forsendum. Ég meina, það vissulega rétt að atvinnuþróunarfélagið unnið öttulega í þessum málum þar að segja raforkuflutningum og það kannski líka væri hugsanlega, og jú, það samleið þegar menn eru komin í sama húsi, það alveg rétt, en auðvitað held ég að sem sameinuð stofnun þá myndum við hugsanlega ná betri nýting á því og betri vinnubrögðum, þá væru við kannski, þó svo að við séum í sama húsi, þá þetta 2 einingar og þær myndu hugsanlega vinna betur saman ef þetta væri 1 eining. Þannig það þetta sem ég myndi vilja menn hefði í huga. Ég tek undir það að sko við þurfum líka, það varðandi til mig að ég ræddi það og hefur rætt það til að mynda með markaðsstofuna, að við erum stærsti aðilinn, þetta náttúrulega ólíkir aðilar og það var talað hér að fyrirverandi, á síðasta ári, að þá var fyrirverandi formann Eyþings, þá var að vera að reyna að hugsa með að saman þetta allt saman, að menn urðu ekki hressi með það hjá markaðsstofunni, að þar koma óskyldir aðilar að. Hins vegar finnst mér mjög ólíkindum að Akureyrarbær sem að leggja fram stóra og mikla peninga inn í þessa starfsemi skuli ekki eiga stjórnarmann og taka þátt í þessu. Mér finnst það eitthvað sem menn ættu verulega að hafa til athugunar og mér finnst að þetta sé eitthvað sem við eigum að skoða. Menningarfélag Akureyrar, það eitthvað sem við höfum náttúrulega og menn ræddu hérna og ég vil taka undir með bæjarfulltrúi Gunnari að sýningin sem kallast núna og júni ef ég manna þetta rétt sko, þetta aldrei flókið fyrir svona gamla menn eins og okkur að reyna, okkur ég ætla ekki að tala um ykkur, eins og mig þó að hér sé maður sem í afmæli í dag, Jón Þorvaldur hann á afmæli í dag en minnst þú að segja þannig að mér finnst þetta leikrit vera afskaplega velgert, það nákvæmlega eins og þarna skal ég segja, ég hugsa svona neyðin kenni naktri kona spinna og mér finnst bara leikfélag að hafa dálítið gert það. Þeir eru að setja þarna fram metnaðarfulla sýningu sem hefur boðskap til okkar allra. Það bara svolítið, ég bara skora fólk á að fara á þessa sýningu þess að þetta boðskapur sem á heima við okkur öll, ekki bara unglinga. Og mér finnst bara að gera þetta vel og þetta eitthvað sem hefur verið, það alveg rétt hjá bæjarfulltrúi Gunnari að við höfum ekki fyllt nógu vel eftir með leikfélaginu. Við erum að tala um sömu krónutölu til leikfélagsins til í fjárútlátum frá árinu 2007, 2008, 2007 þegar við áttum þetta gullaldar tímabil okkar, þegar allt var í blóma að okkur fannst og það var vissulega rétt, það var góður gangur á leikfélaginu. En þá erum við með sömu krónutölu í dag á meðan og það má segja að það sé kannski einhver ígildi 60% af framlögum sem við lögðum til þess á árinu 2008. En það hins vegar verðum við í rauninni að skoða vegna þess að ef við förum að berjast fyrir auknum menningarsamningi sem við til að við eigum að gera og við eigum rétt á að fá meira framlag hér á ríkinu en að þá á sama skapi verðum við að leggja meira með rekstrinu. Það ekki bara að kalla peningar frá ríkinu, heldur verðum við þá að leggja meira í þetta. Og jafnvel þó bæjarfulltrúi Gunnar
við förum í listasafnið, þá verðum við líka að hugsa þannig að við þurfum að leggja meiri peninga í reksturinn. Þannig að ég held að ef við náum auknum peninga frá menningarsamningum, ég held að við verðum að horfa á þetta þannig. Þannig að ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að hugsa. Mér langar til að lýsa ánægju minni í þessum kom fram í ræðu formannsins áðan, varðandi möguleika á því að nýta deigluna. Ég held að þetta sé mjög spennandi verkefni sem þarna er verið að ræða og ég held að þarna sé, þetta er kannski svona svolítið öðruvísi heldur en þegar menn voru að tala um á sínum tíma þegar átti að fara að selja deigluna, þá voru menn að tala um að koma þarna á dekkjavegstaði og voru hræddir að þetta er selt og notað sem dekkjavegstaði á sínum tíma. Þetta var nú umræðan, þetta er ekki grín sko, þetta var umræðan, en núna er þarna menn farin að tala um vegstaði sem að hugsanlega getur verið listfengt og getur skapað tekjur, þannig ég held að þetta sé pínu spennandi. Ég er að fara í punktana mína, hálf blindu líka, en það er eitt sem ég á eftir Eva kom inn á, það er hún talaði um að hrósa Brynhildi fyrir hennar baráttu fyrir Skáldahúsunum, alveg rétt. Hins vegar er það þannig að þegar við fundum með þingmönnum daginn, þá opnaðist fyrir okkur svona nýr veruleiki. Að núna er þetta ekki orðið barátta við þingmenn, á svona seinni stigum eins og fara fyrir fjárlaganefnd, nú þurfum við að berjast fyrir þessu og reyna að koma sér í ráðuneytin þessu hugsun. Auðvitað náttúrulega er það þingmenn sem þurfa að íta á með okkur og við erum að snúa bökum saman, en baráttan er aðeins að breytast og við erum að fara fyrir í umræðuna hvað við viljum gera. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa verulega í huga þegar við erum að vinna með þingmönnum okkar. Það er það að ef við viljum sjá eitthvað gerast, að þá þurfum við að byrja baráttuna núna. Og þar liggur til dæmis mikilvægt hlutverk sem að bærið þarf að taka. Það er menningarsamningurinn. Við þurfum að fara að byrja að ræða við menntamálaráðuneytið og menntamálaráðherra núna. Og við búum svo vel að menntamálaráðherra kemur svo kjördæmi og líka fjármálaráðherra. Og við skulum bara taka slaginn. Það var ágætt kynning hérna hjá menningarfélaginu daginn þar sem að þingmenn komu og sáu hvers konar starfsemi þetta er. Og við sjáum bara, og það er bara hvernig menn hafa náð að snúa þessu við með lítil efni. Bæjarfulltrúi Gunnar benti réttilega á það, það hefur aldrei verið hækkuð framlög til menningarstofnunarinnar. Það hefur alltaf verið þannig að við höfum bara alltaf dreift þessu og tekið þetta tilbaka og þeir hafa þurft að skera niður og sníða stakka eftir mjög þröngu vesti. Þannig að við bara verðum að horfa til þess hvernig, ég segi bara við eigum að horfa svolítið hvernig við viljum sjá þetta í framtíðinni. Þetta er pínu til umhugsunaratriði fyrir okkur. Ég tjó eftir því að Bæjarfulltrúi Gunnar talaði um málefnasamningina og Unnar svarar nú fyrir allt saman. Ég ætla nú samt að því að þetta snýr nú líka okkur. Málefnasamningunni er eitthvað sem við settum fram. Hann er að kvarta yfir því að það vanti betri stöð og hinn og þessu. Mér er til efs sko og ég er alveg samfram, ég er alveg viss um það og mun segja það þegar kjörtímabilinu lokið. Það hefur fáir náð að uppfylla jafn mikið af því sem að sett hefur inn á blað eins og við ætlum að vera búin þegar þetta kjörtímabilinu er búið. Og við erum akkurat núna þessa dagana að vinna að fara yfir samningin í heild sinni og haka út það sem hefur verið gert og setja áætlunum það sem við ætlum að gera. Og það er hluti af þessari aðgerðaáætlun sem við bæjarfulltrúar allir samþykktum á sínum tíma að við erum að vinna í því að fylgja eftir málefnasamningnum okkar og líka bara sjónarmiði allra bæjarstjórnar. Við erum nú pínlítið, held ég, mestu á sama máli flest allt, sko, þó við séum kannski ekki alveg sammála listasafnið. En ég held að þetta sé nú kannski svona helsta sem ég vildi koma inn á. Ég vil líka aðeins af því að Bæjarfulltrúi Gunnar talaði um það að við varum að við erum að leggja 39.000 krónur á íbúa til menningarmála. Hann talaði um það að þetta væri mikið af þessu steypu. Ég lék mér nú á því að meðan hann var að tala að reikna út hvað við værum að borga með á per íbúa ef við tækjum steipuna burtu, það er að segja innri leiguna, þá erum við samt að borga 3.000 krónur meira heldur en Kópavogsbúar er að gera í heild sinni og þar eru þeir að tala um bæði steipu og ekki steipu. Þannig að ég held að við séum að gera dálítið vel þrátt fyrir allt, bara svo því sé haldið til haga. En auðvitað eigum við að gera vel við okkur í þessu vegna þess að ég held til dæmis, og það er eitt af því sem ég held og við þurfum aðeins að horfa til, að Akureyrarbær getur skapað sér sérstöðu í menningarmálum. Við eigum að vera vinsæl menningarsamfélag og það getur skapað tekjur. Við erum ofta að velta fyrir hvað getur skapað tekjur og hvernig getum við fengið fólk til að koma til bæjarfélagsins. Ég held að menning skipti þar lykilmáli. Og ég hef bara átti samtalið ákaflega heillandi konu í síðustu viku, forsetafrúna, og hún var einmitt að tala um það, hún var afhendingu Eyrarróssonar, hún var einmitt að minnast á það hversu mikilvæg menning væri í samfélagum og hvað það hefði mikið aðdráttarafl. Og
og ég alveg samfærður það að menning á Akureyri einn af þessum máttarstoðum okkar í því að fá hingað til fólk til bæjarins. Það ekki, þannig að ég held því nú fram. Ég vil svona í lokin, held ég sé búin að fara yfir alla punktana mína og búin að tala hratt, en ég vil í lokinu segja kannski það að ég sammála því og við ræddum hér í morgun af því að það var spurt hér og talað upplýsingastefnuna og Unnar mun svara fyrir það en við varum akkúrat að ræða það í morgun á sem ágætt að fundi okkar í lýðræðishópnum eða lýðræðispælingum að þá vorum við akkúrat að tala það að upplýsingastefnuna það væri mikilvægt að hún væri sett af stað, þetta var sett á hold í bæjarráði og það er mikilvægt að koma henni á stað aftur og ég alveg menn hafa veltið fyrir sig hvar það eigi að vera í kerfinu, stjórnsýslan eða Akureyrarstofa. Ég vil að Akureyrarstofa leiði þessa vinnu, þess að Akureyrarstofa hefur sýnt það í gegnum tíðina, bæði með atvinnumálastefnunni og ferðamálastefnunni, hversu vel unnið að stefnumótun þar. Þannig ég tel að þetta sé bara verkefni sem eigi að vera þar inni og mér langar svo bara í lokin að lýsa yfir mikill ánægju minni það að við skulum vera að halda Þórni Dýrfjörð í starfi sem deildarstjóri Akureyrarstofu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta Sigríði Huld að taka við stjórnfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka formanni Akureyrarstofu Unnari Jónssyni fyrir góða framsögu og þakka góðar umræður. Það sem að við erum ég veit ekki hvort að maður sé farin að hljóma eins og rispuplata sko, en mér leiðist það reyndar, en mér finnst alltaf stóra vandamáli verið í þessu sanngirni. Mér finnst stóra máli vera sanngirni og aftur sanngirni. Það er ekki verið að gæta sanngirnis í því hvernig er komið til móts við okkur við þennan rekstur. Ef við tökum til dæmis okkur á móti höfuðborgarsvæðinu, þá það sem vandamálið er sanngirnisframlög og samleið, hér eru við að reka menningarhús, þar sem að samfélög svo Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður, Mosfellsbær og nærsamfélög þurfi ekki að standa í viðlíka rekstri eins og við. Við erum að reka mjög stórt og öflugt menningarhús sem að fjöldinn allur af fólki sækir hérna til höfuðborgar landsbyggðarinnar. Ríkið er örugglega nálgast hátt í milljarð sem það setur í menningarhúsið Hörpu, en það setur 0 krónur til rekstur Hofs á Akureyri. Og það er bara sorglegt hvernig var staðið að þessum samningum. Það er bara ótrúlega lélegt. Að við skulum þurfa að standa ein undir þessu. Og þegar maður hvort það er að skammast í okkur um svona léli samningatekni eða ég veit ekki, þetta er bara ótrúlegt að við höfum ekki látið þetta gerast þegar fulltrúar bæjarins fóru í þetta mál á sínum tíma. En við eigum eins og Guðmundur Baldvin bæjarfulltrúi kom inn á, þá er ráðherra menningarmála og fjármálaráðherra, hann eru hér úr kjördæminu og við eigum fullt af góðum þingmönnum sem að þekkja þessi mál mjög vel. Og við verðum bara að treysta á það að þetta fólk aðstoða okkur við það að fá allan að funda sem við getum skýrt þessa mynd í samtali. Það sem að fólk segir bara, ef það vill láta það vaða að þetta sé bara okkar aumingaskapur eða hvað það er sko. En þetta er ótrúlega ósanngjarnt og ótrúlega dapurt. Varðandi það hvernig komum við til móts við okkur í þessum rekstri menningarhúsins hér. Það er bara, og við eigum ekki að láta þetta viðgangast, við eigum bara öll sem eitt að berja saman í þessu og ég veit að við eigum gott aðgengi að þessu fólki, mörg hver, og við eigum að berjast fyrir þessu og ég treysti á það að þeir sem hafa getuna til þess geri það. Varðandi listasafnið, auðvitað, eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á, það voru allir að vilja gerðir. Það vill enginn sjá þetta hús grotna niður. Það hefur þó lítið verið gert þar á undanförnum árum eða jafnvel áratugum. Ég þekki ekki söguna nægilega vel til þess að geta sagt nákvæmlega hvað það hefur verið gert, en ég veit að það var farið í viðgerð á þakinu í fyrra held ég og eitthvað hitt í fyrra og eitthvað fleira hefur verið gert. En það vantar töluvert upp á. Það vantar til dæmis það sem snýr að aðgengismálum
og bara hluti sem eru svona almenns viðhals sem er ekki hægt að komast hjá, sem þýðir að við getum ekkert sleppt í. Ég veit að það hafi verið margvísleg umræða hérna og margs konar tölur í gangi, bæði fyrir kosningar og eftir kosningar. Og það sem ég held að 60–80% af þessu er bara eitthvað sem er bara nauðsynlega endurbætur á húsinu. Mögulega er eitthvað meira þarna sem að mætti sleppa, en við höfum ákveðið það að leitast eftir að fá tilboð í þetta í heild sinni, þar sem það er rétt rúmlega 400 milljónir að ég held sem að er verið að tala fyrir utan óvissuna og hönnunarkostnað sem að er þegar búið að semjum. En það sem ég velti fyrir mér, þú veist, hvað eigum við að stoppa, hvað eigum við að sleppa? Ef það að 20% viðbót þýðir það að við getum aukið tekjurnar, er það ekki vitrænt að skoða það? En það sem ég óttast hvað mest er það að við fáum engin tilboð í þetta. Eða afskaplega fá, og þau mun ekki standast það sem við erum að horfa á. Ég vil nú samt benda, að því ég heyrði að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason var að hafa áhyggjur af því að þetta færi líklegast úr böndunum. Ég held að nánast alla framkvæmdir á síðasta kjörtímabili stóðust áætlun fyrir utan ein, og það undir styrkri stjórn L-listans og góðra manna og góðs fólks hér í bæjarstjórn og hjá bænum. En ég tek alveg heils hugar undir það með bæjarfulltrúin sem að tala fyrir því hér að við eigum að losa okkur við eignir. Við verðum samt bara að passa okkur á því að verði ekki leiguliðar hjá einhverjum eignaumsýslufyrirtækjum. Þannig að við þurfum bara að fara vel yfir allt sem við eigum og skoða það hvað við getum losað okkur við og gæta þess að þjónusta sem er í því húsi fái sambærilega eða álíka eða betri húsnæðiskost hjá okkur annar staðar. En reynum að nýta betur það sem við eigum. Það skiptir miklu máli. Því allir þessi fermetrar kosta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka við stjórn fundarins. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson er næstur á mælendaskrá. Forseti og getur bæjarfulltrúar. Eins og aðrir að þá vil ég þakka formanni stjórnar Akureyrarstofu fyrir greinargóða stefnuræðu og ekki síður bæjarfulltrúa Evu Hrunda fyrir hennar innlegg og innsýn í starf Akureyrarstofu. Og ég vil taka undir það sem hér hefur komið fram ánægju með að framkvæma þá tímabæru skoðun á samstarfi og hugsanlegri sameiningu stóðstofnana hér á svæðinu, og það verður reyndar mjög fróðlegt að sjá hvert sú niðurstaða leiðir okkur. Mínar vonir eru að þar gæti skapast grundvöllur allra sveitarfélaga á Eyþingssvæðinu til að mynda sér sameiginlega pólitíska sýn á þau verkefni sem að þessar stofnanir eiga að sinna og hvernig þær eigi að þjóna samfélaginu okkar sem best. Sú sýn er nefnilega alls ekki til. Og svona í einhverju líkingu við það sem að ég hef séð annar staðar á landinu. Nú það mætti þess vegna alveg spyrja sig hvort það sé rétt röð að byrja fyrst að fá Rannsóknarstofnun Háskólans í verkefnið, en einhvers staðar verðum við að byrja og það bara jákvætt, þó að ég telji að það hefði verið betra kannski að byrja á öðrum enda. Nú ég vil leyfa mér eins og bæjarfulltrúi Gunnar að vera mjög ósammála formanni Akureyrarstofu að leita fyrirmynda hjá Austurbrú velheppnaða sameiningu stofnana og bara segja ekki annað en Guð forði okkur frá því. Við skulum samt líta þangað, en þá sem víti til varnaðar, miklu frekar. Nú, ég er heldur ekki sammála því viðhorfi sem fram kemur í þessari setningu, frumkvæði að þessu verður að koma frá Akureyrarbæ, enda eru við forystu sveitarfélagi í landshlutanum
og eigum að vera óhrædd og staðföst í að leiða jákvæðar breytingar. Sko, ég er ekkert endilega sammála þessu efni, það er frekar viðhorfið. Sko, þarna þurfum við að fara nefnilega mjög varlega. Við megum ekki í þessum efnum setja okkur sjálf í eitthvert forystuhlutverk. Heldur að mæta nágrunum okkar á eyþingsvæðinu á jafnréttisgrundvelli. Þar sem tekið er tillit til viðhorfa, sjónarmiða og hagsmuna allra bæði stórra og smárra sveitarfélaga. Þannig verðum við að skapa jákvæðan og uppbyggilegan grunn þar sem hagsmunir allra fá að njóta sín. Þá verður heildin sterkari og árangursrík sameining stoðstofnana miklu líklegri. En við sitjum uppi með áhuga stjórnvalda á að líta á landshlutasamtök sem þriðja stjórnsýslustigið, því miður. Þetta er hluti þess vandamáls sem við sitjum uppi með, það er að með byggðastefnu sem hefur alls ekki tekist en skildi. En mín skoðan er einfaldlega svo að með landshlutasamtökunum og því kerfi að þá er landslutum allt saman og kröftunum dreift. Það eru bara aðrir kostir sem eru öflugri, til dæmis sameining sveitarfélaga eins og hér hefur verið nefnt. Og vistun verkefna allra landshlutasamtaka, atvinnuþróunarfélaga, markastofa í einni öflugri stofnun sem staðsettir á landsbyggðinni með hjarta- og æðakerfi sem hríslast út dreifðar byggðir landsins. Ég veit þetta er svo litið draumsýn, en ég hef séð fyrirmyndina og hún er til. Varðandi svæðisskipulag sem Guðmundur Baldvin kom hérna inn á, þá vil kannski segja að þetta á sér ákveðna sögulega skýringu að þetta sé staðsett hjá atvinnuþróunarfélaginu. Þetta er verkefni sem kemur upphaflega frá apparati sem hét Héraðsnefnd Eyjafjarðar, nefnd sem var lögð niður og öllum verkefnum hennar voru færðar til atvinnuþróunarfélags og þar með svæðisskipulaginu. Og ég verð bara að segja það hér að ef við ætlum að láta þetta verkefni halda áfram að ganga þá er það rétt vistað hjá atvinnuþróunarfélaginu og á alls ekki að vera hjá Eyþingi. Annars að lokum þessar athugasemdir, það er varða nú svo sem aðeins lítinn hluta stefnuræðina. Ég vil endurtaka þakkir mína til formannsstjórnar Akureyrarstofu fyrir skýrsluna sem líka er uppfull af jákvæðum upplýsingum og skilaboðum og í því sambandi til dæmis vil ég sérstaklega nefna nýsamþykkta ferðamálastefnu og margt fleira. Takk fyrir. Baldvin Valdimarsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Jón Þorvaldur, bæjarfulltrúi og afmælisbarn. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar svona til að spyrja Unnar því ef hann kemur hérna aftur upp hvernig flugmálin standi. Ég vona að þetta sé rétti staðurinn til að spyrja því. Markaðsstofa Norðurlands er ekki með sína skýrslu hér fyrir bæjarstjórn. En síðast þegar ég vissi þá stóðu málin þannig að það er þessi styrkur í boði fyrir markaðsmál en flugrekendur sjá að vegna þess að flugvélaeldsneyti er miklu dýrara hérna, sem er nú væntanlega fyrst og fremst vegna þess að það er lítið þotufflug hérna, að þá er aukalegu kostnaður það svipað og styrkurinn sem er í boði. Þannig að þetta er kannski einhver hjallur því að ég býst nú við því að flugvélaeldsneyti myndi lækka leið og yrði meiri notkun á því og meiri umfang í þeirri sölu. Ég vil taka undir það sem hefur komið hérna fram að Markaðsstofa Norðurlands sem nær yfir allt Norðurland, ég sé ekki alveg hvernig við ætlum að sameina það Eyþingi eða atvinnuþróunarfélögunum hérna á Norðurlandi eystra. Það eru tveir kostir, annað að samband sveitarfélaga ná yfir allt Norðurland og þá er hérna ágætis möguleiki á að sameina þetta, eða Markaðsstofa Norðurlands verður bútuð í tvennt. Og ég verð að segja það að mér þykir svolítið vænt þó þau samtök og þau batteri sem við höfum sem ná yfir Norðurland. Þegar gamla kjördæmiskerfið var búið til, þá var það Suðurland, það var Austurland, það var Vesturland, en svo var Norðurland sem var svona frekar stórt og sterkt miðað við hinna landshluta, það var sett í 2 kjördæmi, því var skipt í tvennt. Og síðan þegar kjördæmin eru stækkuð, þá var náttúrulega tækifæri til þess að setja Norðurland í eina einingu því að ég minnst horfa á okkur Norrlendinga sem svona vissa heild sem ég vil halda en þá var okkur líka stígað sundur í þessu nýja kjördæmakerfi
Og það svona alltaf eitthvað að ofan, eitthvað frá stjórnsvísinu á landsvísu sem að kljúfa okkur Norðurlandi tvennt. Þannig ég fagna nú því að það sé þó einhver batteri til sem eru fyrir allt Norðurland. Svo það menningarmálin. Mér langar aðeins til að skjóta að smá hugsun varðandi leiklistastarfsemi. Ég spyr mig, og þessi spurning kom upp í verkefni sem ég vann með Þóroddi Bjarnasyni, af hverju ríkisrekið leikhús, og það að sjálfsögðu Reykjavík, af hverju leiklistastarfsemi sem sem stunduð allt land, af hverju hún ekki bara á sveitarstjórnarstiginu? Af hverju ríkið ekki bara með styrk til sveitarfélaga til að stunda leiklistastarfsemi og setja upp leiksýningar? Þetta myndi reyndar þýða það að Þjóðleikhúsið yrði lagt niður í núverandi mynd. Það yrði engin ríkisrekin leiklist lengur. Og ég tel enga ástæðu til þess að vera með ríkisrekna leiklist. Þetta var allt öðruvísi hérna þegar Þjóðleikhúsið var stofnað. Við vorum að rétt að skríða út úr því að vera sjálfstæð þjóð og horfðum til Danmerkur og vildum vera svipuð á Danmörku í öllum sköpum hlutum og erum með eins og konunglegt leikhús sem þar. En þetta kannski þýddi ekki endilega að Þjóðleikhúsið yrði ekki áfram leikhús, það væri þá bara undir sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu komið, hvort að þau vildu halda því áfram sem leikhúsi. Það 2 stór leikhús þar. Framlög ríkisins til Þjóðleikhúsins náttúrulega fyrst og fremst framlög til leiklistastarfsemi í Reykjavík. Við förum ekkert frekar í Þjóðleikhúsinu, frekar en Borgarleikhúsinu bara vegna þess að kostnaðurinn við leiksýninguna í Þjóðleikhúsinu frá ríkinu. Það ekki þannig. En ég sé fyrir mér einhvers konar fyrirkomulag þar sem við þurfum ekki endalaust að vera að betla í ríkinu að fá framlag til leiklistastarfsemi hér, heldur það væri eitthvað sjálfvirkt kerfi þannig að sveitarfélög sem væru að styðja við leiklistastarfsemi og þau sveitarfélög þar sem færi fram framleiðsla á leiklist, þau fengju framlag frá ríkinu eftir einhverju kerfi, til dæmis bara miðað við höfðatölur hreinlega. Og það myndi þýða það að samfélag eins og hér myndi fá stærri hlut heldur en nú. Atvinnumálin, það hefur verið hérna atvinnufulltrúi í nokkur ár. Það engin atvinnufulltrúi hérna, mér langar til að spyrja kannski Unnar aðeins það. Ég reyndar skildi ekki alveg hvað hann átti að gera vegna þess að við erum með náttúrulega atvinnuþróunarfélagið og við erum með Impru og við erum með eitt og annað í þessari atvinnusköpun. En þetta er reyndar endað þannig að þetta hefur verið svona tæki til að fá gott fólk í bæinn. En það kannski ekki verjandi að eyða þessum peningum í að gera það endalaust. Og ég vil líka spyrja af hverju atvinnumál, af hverju það sett undir þann geira semst atvinnumál, af hverju kostnaður vegna stjórnsýslu Akureyrarstofu settur undir það, þegar Akureyrarstofu er til dæmis að mest í menningarmálum, af hverju þetta ekki framlag til menningarmála þá kostnaður Akureyrarstofu og skipt bara í hlutfalli við starfsemi Akureyrarstofu hvort að kostnaðurinn við stjórnsýsluna er atvinnumál eða menningarmál eða hvað. Hérna var aðeins minnst á kaffihús og ég ætla að grípa boltan þar aðeins. Við höfum verið svolítið að fara inn á þessa braut að við höfum frumkvæðið í hvar kaffihús og þessar hugmyndir hérna í Listagilinu eru að þar verið kaffihús og svo væntanlega bjóðu þann rekstur út. En ég að verða pínu smeykur að þetta sé bara spretta upp alls staðar. Nú eru hugmyndir að stækka heilmikið húsið hjá Nökkva, gera það nánast að svona siglingaaðstöðu sem hæfði milljónaborg, en hvað sem eru þar eru þið líka kaffihús. Þannig að það eru þá kaffihús út allan bæ sem ríkið ætti og byði út og ég svona held að einhverjum stað sé þetta ekki skynsamlegt lengur. Svo ætla ég líka að grípa hérna boltan sem Eva hendi upp.
og það er atriði sem ég er aðeins búin að hugsa síðustu vikur. Ég held að við sem á þeim tímapunkti núna, hérna á Akureyri, að við þurfum að fara núna bara út dálítið markvisst og segja fólki frá því hvað það eru mikil tækifæri í því að eiga heima á Akureyri. Ég opna alla útvarpið að ég heyri einhvern umræðu þátt það hvað þetta sé óskaplega mikið vandræða ástandi Reykjavík vegna hás húsnæðisverðs. Erfitt fyrir ungt fólk að kaupa húsnæði, erfitt fyrir ungt fólk að leigja húsnæði. Við þurfum að fara núna, mín dómi, bara þráðbeint í þjóðina og segja henni bara hvað húsnæði er mikið ódýrari hér. Og þá spyr fólk náttúrulega, já, getur eitthvað fólk flutt hingað stórum stíl? Það verður að hafa atvinnu og eitt og annað. Jú, það er að vissu leyti rétt, en það er vaxandi hluti fólks sem er bara með vinnuna þar sem það á heima. Fullt af fólki meira sem hér á Akureyri er að vinna fyrir aðalega í útlöndum. Þannig að hvar það er staðsett með vinnuna sína skiptir ekki öllu máli. Og ég held við þurfum bara að segja þjóðinni frá því, það er ódýrara að eignast húsnæði hérna, það er ódýrara að leigja hérna, hér er góð þjónusta, góð infrastruktúr og það eru spennandi hlutir að fara að gerast, vaðleðargöngin fara að opna, breytir þessu svæði töluvert mikið. Það er að byrja iðnaðarstarfsemi á Bakka, tækifæri þar og vonandi koma fleiri fyrirtæki þangað í orkuhraukum iðnaði. Og við sjáum algjöran viðsnúning á Siglufirði eftir að göngin komum þar. Þetta er að mörgu leyti spennandi samfélag og þetta átak þyrfti eiginlega bara að snúast það, gefðu Akureyri séns sem búsetukosti. Og ég held við þurfum að segja þetta svolítið berum orðum. En þetta ætlaði ég að láta duga. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur, afmælisbarni, ég gaf honum smá greiði með að minnast að hafa bæjarfulltrúa heitíð þegar það er að ávarpa fólki selum. Bæjarfulltrúi Eva, Hrund en þá er næstur á mælendaskrá er Sóli Björk bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að hafa þetta stutt. Þetta er bara svona nokkuð mál sem ég er ennþá svo þunglynd eftir þessu umræðu áðan. En bara nokkur atriði sem langar að nefna. Ég er mjög svona ánægð með umræðuna og þessa áherslu sjálfstæðismanna hversu mikilvægt það er að hugsa meira að setja fjármagn í starfsemi en steypu og hef skrifað þetta á bak við eyrað og mun halda þessu styðja sjálfstæðisfólk í þessu viðhorfi ókomin ár. Ég ætla samt að segja að ég tel mjög mikilvægt að sinna viðhaldi, minnst Listagilið er svo sérstakt. Það er svo, þetta er svo ofboðslegt sögulegt gildi og það er svo stórkostlegt hvernig þessu var breytt á sínum tíma og hvernig þetta Listagil var til. Að ég held að við verðum bara virkilega að passa að glópra því ekki niður og bera virðingu fyrir þeirri sögu og því sem að þarna hefur verið byggt upp. Og ég held að sé ekkert óeðlilegt að sinna kannski ekki bara lágmarksviðhaldi heldur einmitt líka viðhaldi á uppbyggingunni og starfseminni. En það er samt alveg rétt að svona starfsemi og öll starfsemi á það sammerkt að það er ekki húsin sem skipta máli, það er fólkið og hugmyndirnar og starfsemin sjálf. Þannig að ég bara er fullkomlega sammála en samt stend samt alveg fullkomlega með þessari uppbyggingu þarna. En auðvitað þarf bara að skoða alltaf hvert verkefni fyrir sig með þessum gleraugum. Ég er alveg sammála því. Og einmitt það sem að bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur kom inn á með uppbyggingu við Nökkva. Ég er ekkert voðalega vel inn í þeim málum endilega svona teknilega en ég meina maður verður bara
þú veist, það bara mikilvægt að hafa þetta í huga, hvað verið að setja peningana og ég persónulega hef þá skoðun að við séum að fara inn í og við svona við sjáum þetta svolítið og einmitt þetta tengist þessari umræðu húsnæði bara svona til að búa í, að fólk held ég, og ég held að sé bara, þetta eitthvað svona, einhver þróun sem við erum í, að sko húsnæði mun skipta minna máli og þessi föstu innviðir skipta fólk minna og minna máli og þróunin bara þangað. Og við þurfum að passa okkur á því að verða ekki risaðilan sem heldur áfram að byggja einhverja steinsteypu og einhverja innviði sem að skipta ekki máli. Við þurfum að passa okkur að fylgja með í þessari þróun og færa fókusinn. Þannig að þarna erum við bæði öll. Hvað það markaðstofuna og sameiningu apparata, þá held ég að sé alveg rétt að það kannski markaðstofan á ekki endilega heima og að mínu mati vegna þess að þar eru einkaaðilar svolítið að taka sig saman sem alltaf rosalega gott. Það alltaf svo rosalega gott finnst mér þegar einkaframtakið tekur sig saman og gerir hlutina sem svo oft einhvern veginn ætlast til að þið opinbera sinni og ég ekki viss að það sé gott að blanda þessu tvennu saman. Við hið opinbera erum að sinna ákveðnum hlutum. Þarna einkaframtakið, við tökum enda þátt en við erum ekki einhvern veginn ráðandi hvorki fjárhagslega eða hvað þá stjórnsýslulega aðili inn í þessu apparati Markaðsstofu Norðurlands og ég held við ættum bara halda því þannig. En ekki það, ég held að sé nú alveg skynsamlegt og það hefur stundum verið talað að við förum svona aðeins meira inn í stjórnina þar eða ættum kannski að gera kröfu á eiga stjórnarmann eða eitthvað svoleiðis, ég held að það sé alveg rétt en ég held að sé engin ástæða til þess að fara að blanda þessu tvennu saman og bara sem sagt út af því að það þarna einkafjármagn og síðan og annars staðar meira opinbert fjármagn þannig að bara svona svo ég nefni það. Þetta grafíkverkstæði sem hefur verið að hugsa í Deiglunni held að ég sé alveg stórkostleg hugmynd og virkilega góð nýting held ég á því að það alveg rétt. Deiglan hefur verið svona pínu vandra húsnæði og það hefur bara vantað almennilega starfsemi en þarna held ég búið að detta niður á mjög spennandi hugmynd. Þannig ég myndi allan vilja leyfa því að þróast svolítið áður en við förum eitthvað að hugsa og ég held að við þurfum að hugsa okkur mjög vel áður en við förum þó ég sé ekkert almennt á móti sölu eigna sem ekki verið að nota. Þá held ég að þessar eignir þarna sem eftir eru í listagelinu af því að það þó búið að selja svolítið og sem ekkert held ég endilega gott en kannski allt í lagi. En allavega þetta sem eftir held ég að ættum að hugsa okkur mörgum sinnum áður en við seljum af því að þetta listagelið. Af því að við viljum að þetta sé svona ákveðin stemming þarna sem við viljum pínu svona stýra kannski eða hafa hönd í bagga með allavega mikið. En ég ofsalega bara fagna þessari hugmyndum þetta grafíkverkstæði og held að það verið mjög spennandi. Og svo lokum þá langaðum við bara að taka undir með bæjarfulltrúa Jóni Þorvaldi að kynna kosti búsetu á Akureyri vegna þess að einmitt talandi að fylgja tíðarandanum og fylgja svona aðeins breyttum áherslum hjá fólki að það það akkúrat þetta að við þurfum ekki lengur að hugsa atvinnumálin þannig að við þurfum að búa til störf til þess að fólk geti flust hingað. Fólk flytur störfi sín með sér og það hefur verið talað svolítið störf án staðsetningar og hið opinbera hefur verið að leiða að einhver leyti einhverja svoleiðis þróun eða leiða eða ekki leiða, en kannski einmitt bara það almenningu sem að leiða þessa þróun með því að gera kröfu á að fá að taka störfin sín með sér og ég held að þetta sé komið mjög langt og virkilega og við getum eins og bæjarfulltrúi Jón Þorvaldi var að benda á svona höfða til þessa fólks og svona einmitt þá bara stutt þessa þróun og ég held að það sé mjög gott og áhugavert líka innlegg inn í bara atvinnumálin. En meira var það ekki. Takk. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur við til máls Ingibjörg Ólöf, bæjarfulltrúi. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja líkt og aðrir að þakka formannum Unnari fyrir ágætis yfirferð á málaflokknum. Umræðan búin að fara víðan völl og ég hlakka til að heyra svörin hjá honum á eftir.
Ég ætla nú ekki að fara að lengja umræðina mjög mikið, en mér langaði aðeins til þess að koma upp varðandi framkvæmdirnar sem hafa komið hérna til tals og þá er búið að ræða svolítið listasafnið og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom meðal annars inn á það að þyrftum ekki að byggja annað menningarhús, við ættum eitt og ættum að nýta það. Það er alveg rétt, við eigum eitt menningarhús og við erum að nýta það, en við eigum líka listasafn. Við eigum listasafn sem er mannvirki hérna sem hefur skort viðhald í ansi mörg ár og meðal annars svörin sem hafa verið fengin undanfarin ár þegar óskað eftir viðhalds, fjármagn til viðhalds, þá hefur því alltaf verið frestað vegna fyrirhugaðra framkvæmda sem við stefnum á að ráðast nú í. En það er verið að ræða heildarendurbætur á húsnæði og lóð. Þetta er ekki ný framkvæmd nema að litlu leyti. Þetta er að miklu leyti viðhaldskostnaður. Þetta er 2400 fermetra húsnæði auk 100 fermetra viðbyggingar sem er nýbyggingin í þessari framkvæmd. Og eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á áðan, þá er hugmyndin tengingu Listasafnsins og Ketilhússins ekkert nýja nálinu. Hún hefur verið til umræðu frá 2011. En það sem verið er að ráðast í er endurnýjun á rafmagni, loftræstingu, aukið aðgengi fyrir alla, meðal annars það er verið að setja lyftu í húsi sem ekki er fyrir. Það er verið að auka eldvarnir og það er líka verið að fara í að ráðast í nýjar vatnslagnir. Vissulega er framkvæmdin dýr og við tölum hérna fjármagn upp á 400 milljónir í þessa framkvæmd. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi kom inn á það líka að það hefði ekkert verið gert til þess að reyna að lækka verðið á framkvæmdinni. Og ég vil nú bara fullvissa bæjarfulltrúa sem og íbúa bæjarins hérna að það var reynt. Það var farið og rýnt í framkvæmdina, það var rætt við hönnuði, það var rætt við framkvæmdadeildina hérna og þetta var skoðað alveg ofan í kjölinn. Og þessi tengigangur sem virðist vera hérna umdeildur allavega hérna í pontu, hann skapar hjartað í byggingunni. Inngangurinn er þarna við tengiganginn, lyftan mun vera þarna við hliðina og býður upp á mikla möguleika, meðal annars en veitingahúsarekstur sem við höfum verið talað hérna, eða kaffihús. Og framkvæmdin býður upp á það líka að það verður hagræðing í rekstri eitt starfsskildi. Auk þess sem salan á rýminu, en nú stendur til að selja rýmið, hún mun auk þess líka lækka innri leigu 67 milljónir. Vissulega er það þannig að við viljum sjá frekari, ég held að þessi framkvæmd muni bjóða upp á frekari tekjumöguleika sem þurfa að rýna enn frekar. En nú er verið að tala það að við fáum tekjur vegna aðgangseyris, leigutekjur vegna veitingastaðarins og útleigu íbúðunum sem eru þarna til staðar. Auk þess sem hefur komið hérna fram áður að Deiglan sem er nýjasta hugmyndin, að það mun líka skapa okkur auknar leigutekjur ef það verður að veruleika sem vonandi verður. En þetta er næsta verkefni Akureyrarstofu, það er að kanna aukna tekjumöguleika með þessari framkvæmd. Látum okkur nú sjá. Bæjarfulltrúi Eva Hrund kom hérna inn á ef við áætlum kostnað ætlum alltaf að halda okkur við það að bæta í. Auðvitað viljum við halda okkur við kostnaðaráætlun sem við gerum. Það er bara við leggjum mikið kapp á það að standast áætlanir og höfum mikið metnað til þess. En stundum er raunin önnur og varðandi það að fara í útboð núna, jú vissulega er það þannig að það eru miklu framkvæmdir í gangi en við vonumst þess að fá ágætis tilboð og það verður bara að taka ákvörðun þegar þau liggja fyrir. Það hefur komið fram hérna í ræðustól áður áhyggjur vegna annarra framkvæmda sem við höfum farið í, meðal annars var tíðrætt framkvæmdina við skautahöllina þar sem fólk hafði áhyggjur af því að það myndi ekki standast áætlun. Sú framkvæmd stóðst áætlun, framkvæmdin varðandi Bogann stóðst líka áætlun og líkt og bæjarfulltrúi Matthías kom hérna inn á áðan þá stóðust flesta framkvæmdir alla nema ein áætlun á síðasta kjörtímabili. Þannig að við erum virkilega að leggja okkur fram og erum að reyna eins og við getum að standast kostnaðaráætlanir. En núna líka bara fyrir eins og ég segi útboð og við verðum bara að sjá hvað tilboð koma og metið þetta út frá því. Og þá jafnvel þurfum við líka að ekki endilega bæta í, heldur þurfum við kannski að skoða það hvort við séum tilbúin að forgangsraða öðrum verkefnum sem eru á framkvæmdaáætlun árinu 2017 og færa þá á milli ára. En það er bara umræða sem við tökum þegar tilbúin liggja fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sinni, minni bæjarfulltrúa ávarpa þá sem er í salnum með bæjarfulltrúa heitinu. Þá er það næst bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, hvað að koma hérna aðeins upp og leiðrétta ákveðið misskilning hjá bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin. Ég brosti ekkert endilega ánægju til hans. Það er miklu frekar svona í háði. Sko, málið er það að maður verður nú stundum að gefa sér lausan tauminn og hlæja að mönnum hérna inni. En mér er náttúrulega ekki hlátur í huga núna. Ég ætla að koma hérna með nokkur atriði sem mér finnst ég verða að svara. Sko, bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin ræddi hérna menningarsamfélag og mikilvægi þess og fyrir byggðin og íbúa og það að vilja búa hér. Og þetta er alveg hárrétt. Við erum líka að gera vel. Við getum gert betur með því að breyta forgangsröðinni, steypa minna og gera meira. Við getum það. Við erum að gera mjög vel í íþrótt- og tómstundamálum. Við leggjum hvað hæsta hlutfall þessara sveitarfélagi sem ég nefndi áðan akkurat til þeirra mála. Þannig að við erum að gera rosalega vel á svo mörgum sviðum hvað þetta varðar. Og nágrannasveitarfélögin njóta þess. Líka, skulum ekki gleyma því, allur Eyjafjörðurinn, stór hluti Þingeyjarsýsla og örugglega Skagafjörður og Húnavatnssýslur. Þannig að við erum að standa okkur vel á mjög mörgum sviðum hvað þetta varðar. Og ég held að þetta sé kannski eitt af því sem við megum bara ekki gleyma að skiptir okkur gríðarlegu máli. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin nefndi að ef steypan er tekin út úr dæminu okkar að þá séum við samt að setja meira í menninguna heldur en Kópavogur og Hafnarfjörður per íbúa. Og það er alveg hárrétt. En það er ekki það sem ég var að tala um. Við getum gert ennþá betur með minni steypu. Og erum í raun að gera ennþá betur vegna þess. Eins og bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur, afmælisbarn, nefndi hér áðan, þá er ekki nema hluti að kostnaðinu við Akureyrarstofu ferður á menninguna, megnið að þið ferður á atvinnumál. Þannig að kostnaðurinn, ef við fyrir að skoða þannig, þá er hann í raun meiri. Við erum í raun að gera betur heldur en þarna kemur fram. Varðandi deiglun og hlutverk hennar, ég bara spyr, er búið að skoða aðra möguleika til þess með því að setja upp þetta grafíkverkstæði. Það með velt fyrir sér meiri samleið með myndlisskólanum og koma þá betur, styðja betur við rekstur hans. Ég bara velti upp, ég hef ekki heyrt neitt um það. Mér finnst bara forvitnilegt að vita það. Hvort að þetta sé í raun eini staðurinn til þess að gera þetta í gilinu eða er bara verið að gera þetta til þess að búa til hlutverk í kringum deglun. Og þó að koma einhverja tekjurinn, þá er það bara peanuts. Bara sorry. Varðandi málefnasamninginn, bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom aðeins inn á hann og sagði fullyrti það að þeir myndu alveg örugglega vera búin að gera hlutfallslega bara mest af þeim bæjarstjórnum sem hér hafa setið síðan ég veit ekki hvenær. Það er næstum því. Ég fór að velta því fyrir mér að því að þegar ég skoða hennar málefnasamninga það er nú gaman að því að hann er fullur af fögrum fyrirheitum en það segir henn ekkert um það hvað er góður árangur, meðalgóður, lítill eða engin. Hérna stendur til að skapa umhverfi með það að markmiði að fjölga atvinnutækifærum. Er þá það að hafa fjölga atvinnutækifærum eitt fullnægjandi árangur? Það segir ekkert um það. Þannig það er örugglega að ná þessu markmiði. Þetta er nú bara svona rétti gaman skýrt. En aðeins varðandi eyþingu og AFI, að því að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á það líka, þá finnst mér eins og staðan er í dag, að menn eigi að gæta þess, allir, að reyna að efla og auka það samstarf og samleið sem í þessum stofnunum félast og vinna þá þannig að menn tali saman hlutinni fari ekki í sínhverja áttina með sömu máli. Við erum í mjög mikilvægri vinnu hvað varðar skipulaga raforkuflutningum og öðru slíku hérna inn á þetta svæði. Og okkur veitir ekki af því að tala einu máli
samnýta alla þá krafta sem að til eru í þessu mál. Og það er fyrst og fremst það sem ég legg áherslu á. Það er alveg rétt hjá bæjarfulltrúa Matthías að við njótum einhverja sanngirni kannski varðandi reksturinn í þessum menningarmálum og mörgu öðru hjá ríkinu. Og auðvitað er það atriði sem við þurfum að lagfæra. En ég hef engar áhyggjur af því að við verðum einhverju leiguliðar eigna umsýslu fyrirtæki. Akureyrarbær hefur hingað til ekki farið þá leið að selja eignir til að leigja þær. Sem betur fer fórum við þá ekki, en sumir segja því miður. Því að mörg af þau sveitarfélögin sem stóðu í illa tímabili, þau kannski standa betur í dag að þau er búið að afskrifa svo mikið af skuldum. Þannig að það má velta því fyrir sér, en ég held að það sé engin að biðja það. Og aðeins varðandi innlegg bæjarfulltrúa Ingibjargar Ólafar, það er þetta að snúa sér með öllum hætti út úr þessu með listasafnið. Ég sagði aldrei að þetta ekki að byggja hérna upp öflugt listasafn eða byggingu sem að hýsti listasafn. Það hef ég aldrei sagt. Ekkert okkar hefur sagt það. Við höfum öll staðið föstum fótum af því og það ætti að gera. Við höfum eins og sagt, það er ekkert að gera með þessa tengibyggingu og það að þetta sé hjartað í byggingunni, það er ákvörðun. Það er ákvörðun sem er tekin í hönnuninni að þetta sé hjartað. Það er sjálfsögð að þetta koma fyrir lyftu og forstofu eða inngangi í þetta hús með góðu móti á þess að byggja þarna 100 fermetra tengibyggingu. Það er alveg klárt mál að hann má lækka hana kostnað verulega með því að sleppa tengibyggingunni og selja kittilhúsið. Þið menn vita ekkert hvað er að gera við það. Á það að fara í samkeppni við menningarhúsið. Eða hvað er að menna að pæla? Eða að græna hattinn kannski. Ég hef ekki hugmynd um það. Og ég held að enginn hér hafi hugmynd um það. Hvað að gera við þetta? Ég hef allavega ekki heyrt það. Og viðhald á þessu húsi, það hefur alltaf legið fyrir að það er töluvert. Það þyrfti að gera heilmikið í þessu húsi. Við höfum aldrei talað gegn því. Alltaf talað með því. En ég veldi það líka fyrir mér í ljósi orða bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkarinnar. Með það að sitja ekki föst í fortíðinni eða nútíðinni. Mér var boðið á listsýningu daginn. Ekki listasafnið. Mér var boðið á listsýningu á netinu. Hjá listamanni Akureyrar síðastlið ár. Mér þótti það athyglisvert. Er hús kannski bara að verða úrelt í þessu samhengi eða hvað? Hvert stefnum við? Þannig að ég bara geld varhug við því að vera að setja þetta mikla fjármuni í svona byggingu með þessum hætti sem hér er verið að gera. Og það að segja að það hafi allar leiðir verið skoðaðar til að draga kostnaði. Þá voru það ekkert allar skoðaðar því það var þá ekkert skoðað að sleppa tengibyggingunni, selja kittilhúsið og fara í öðruvísi framkvæmd. Það var ekkert gert. Mál dautt, 540-600 milljónir, pottþétt. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er margt búið að koma þetta fram og mér langar aðeins til að bregðast við. Eitt af því sem mér langar til að bregðast við er það hvernig við viljum sjá hlutverk atvinnuþróunarfélagana inn í Eyþing eins og við höfum verið að tala fyrir og koma fram í máli formanns hér áðan. Þá er það verið eitthvað sem við höfum viljað sjá. Það er alveg rétt sem að bæjarfulltrúi Baldvin kemur inn á að það er svona spurningum sýnin á og hvort að menn byrja á ögum endið ekki. Hins vegar er það þannig að þessi mál heyra undir sveitarstjórnarvettvanginn og það er sveitarstjórnarvettvangurinn sem að fer fram á það að þessi athugun sé gerð. Þannig að það er bara framfylgt, það er okkar hlutverk í stjórn Eyþings að fylgja eftir þeirri ósk sem kemur frá aðalfundi Eyþings.
liggur bara í augum uppi. Hvernig við byrjum á þessu, hvort það er rétt að leita eftir áleiti RHA og fá þá til að gera úttekt á þessu, það er bara okkar skoðun og það er bara var ákvörðun stjórnar Eyþings að gera þetta með þessum hætti. Og ég bara segi hér í þessum punktu að mér finnst, og ég held, og það er það sem kannski, jú það var að tala um að það skipulagi var sett inn til atvinnuþróunarfélagsins hérna, það er, við erum bara, atvinnuþróunarfélagi eru bara til orði hér eins og ég sagði á hann, það er bara orðið atvinnuþróunarfélagi þessu svæði og við erum með 2 atvinnuþróunarfélög. Menn velta fyrir sér hvernig við sjáum framtíðina fyrir ykkur. Við sjáum það alveg, bara ríkið er að stjórna þessu fjármunum sem koma inn í þessi málaflokk. Við erum að velta fyrir okkur með 3. stjórnsýslusviði, ég er á móti því. Og við þurfum kannski að velta því fyrir okkur hvernig þessi landshlutasamtök eru, en það eru ákveðna verkefni sem koma í gegnum landshlutasamtökun eins og sóknaráætlun. Það liggja miklir fjármuni sem við erum þá að vinna með til þess að efla svæðið í heild sinni. Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur kom inn á það að hann var í hrifinn af markaðsskrifstofuna, þú næri yfir Norðurland allt. Það er alveg rétt. Það er alveg svo Eyþing næri yfir Norðausturland allt. Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar næri yfir Eyjafjörð. Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga næri yfir það sem eru austan Vaðlaheiðar. Væri ekki betra að þetta væri bara eitt sem næði yfir allt svæðið? Næðum við ekki betri fjármunum út af því? Eða betri samvinnu? Ég held það. Ég bendi til mér á þessa fjármun sem við erum að láta með þessum stofnunum. Ég meina við erum að láta með til Eyþings þá vorum við að láta einhverjar 6 milljónir pluss aðra 6 milljónir í sóknaráætlun. 6-7 milljónir. Það er minni rétt. Við erum að láta 30 milljónir á þessu ári til atvinnuþróunarfélagsins. Við erum að láta 17-18 milljónir á árinu 2015 til markaðsskrifstofunnar. Þetta eru fjármunir sem við erum að láta í þetta og við sem bæjarfulltrúar Akureyrar hljótum að velta fyrir okkur hvernig við getum nýtt þessa fjármuni sem best. Og er það best að vera með þetta í 3 einingum eða er betra af þetta einni? Þetta hljótum við að þurfa að spyrja okkur þegar við erum að velta fyrir okkur hvernig við erum að ráðstafa fjármunum okkar. Þannig að mér finnst þetta bara sjálfsögð umræða. Ég vil aðeins að það sé því sem bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, hann talaði um menningarsamfélagi. Ég held við sem að tala, og ég ætla ekki að vona að Gunnar fari ekki að hlæja því að hann hlæja svolítið af mér, en ég ætla að vona það að mér finnst eiginlega að vera að tala um það sama. Við erum pínlítið að segja, við erum að gera vel og við viljum gera betur. Það er bara okkar markmið allra held ég. Ég er mjög stoltur af þeirri menningarstarfsemi sem er hérna. En þá kem ég að öðru sem að við til dæmis erum að velta fyrir okkur hjá Eyþing og hefur verið í umræðu við, stjórn sóknaráætlunar og verður væntanlega líka rætt, eða kannski ekki beint, en væri ágætt að við rættum líka þegar við erum að fara framtíð sveitafélag. Það er fundið núna á föstudaginn hérna, það sem að vera að skoða, það er verið að vinna hver er framtíð sveitafélag. Þá koma þessi pælingar inn með 3. stjórnsýslustig og ýmislegt sem við að láta okkur varða bæjarfulltrúar og ég skora menn á mæta þennan fund. Það sem þessi mál hafa verið að ræða svona hvernig við sjáum framtíð sveitafélag. Og það er eitthvað sem er að vinna í og við að passa okkur á því að láta rödd okkar heyrast. Þessi fundur er haldinn hér og réttilega kom Gunnar inn á það hér áðan að við náttúrulega að passa okkur að láta rödd okkar heyrast allsstaðar og við að vera duglegir að koma okkur suður og vera málsvarar okkar samfélags. Við að passa okkur á því. En þetta kallar á höfuðborgarstefnuna. Nú er verið að vinna, og það er það sem við rætt að vera að vinna höfuðborgarstefnu og þá spyr maður, á ekki Akureyri að vera með einhvers konar höfuðborgarstefnu, á ekki að vera eitthvað sem að snýra að Akureyri, þannig að það sé litið á okkur sem höfuðborg. Við erum að leggja, eins og bæjarfulltrúi Gunnar hefur rétt að benda á, og ég er líka að benda á, að við erum að leggja miklu meiri fjármuni heldur en önnur sveitafélög, eins og til dæmis Kópavogur, til menningarmála. Og af hverju er það? Vegna þess að við erum að skapa menningu fyrir þetta svæði. Við erum að skapa menningu fyrir samfélögin henni kringum okkur. Alveg svo Reykjavíkurborg er að gera fyrir svæði hjá sér. Kópavogur er svolítið svona, þeir eru náttúrulega með menningu líka, en þeir eiga náttúrulega sækja í höfuðborgina. Alveg svo fólk hér í kringum okkur. Þannig að ég held að við ættum að horfa til þess að vera með höfuðborgarsvæðistefnu. Og reyna svona að fá meira fjármuni til okkar í þessu öllu vegna þess að við þurfum á, tekjuskiptingin skiptir okkur máli. Og það er eitthvað sem kannski hefur verið aðeins rætt hérna. Nú þarf ég aðeins að reyna að lesa þetta. Og það kemur þannig líka það sem að Jón Þorvaldur bæjarfulltrúi kom inn á, varðandi það hvort að eigi að vera ríkisleikhús. Ég er ekkert á því endilega. En ef við förum með þetta til sveitafélagana, þá verður það að vera með þeim hætti að við fáum
framlag í það sé hægt að stunda þessa menningu. Við eigum ég tel að við eigum að standa á bak við leikhús. Ég held að leikhús verði aldrei rekið almennilega nema að það komi opinber framlög. Og ef þau eiga að koma frá sveitafélaginu, þá verður það að huga tekjuskiptingu ríkis og sveitafélaga ef menn ætla að pæli því. Þannig að ég held að það sé eitthvað. Mér finnst líka athyglisverð, mér fannst ekki athyglisvert, hvað hættu við það? En jú, mér fannst það bara pínu athyglisvert, eða pínu svolítið sorglegt að bæjarfulltrúi Sóleyjar skyldi koma hérna upp og segja að vera döpur eftir umræðina áðan. Ég vil nú bara hrósa henni fyrir hennar sjónarmið í málum. Ég meina það er náttúrulega hluti af því að vera kannski, við erum ekki alltaf sammála. Hér var tillaga hennar felld, hún varð undir, en ég vil nú enn og aftur hvetjandi dáða í þeim efnum að standa vörðum sína sannfæringu og jafnvel þó úr tapi. Það er nú ekki alltaf sem að vinnur. En ég held að, jú, það var eitt sem ég langaði að koma inn á og það er það sem ég hef stundum rætt hér í bæjarstjórnarstól og ætla að gera það núna. Listasafnið er jákvæð fjárfesting í mínum huga. Við erum að halda við eignum sem við eigum í dag. Við erum hugsanlega að draga úr og vonandi, og það er stefnan, að draga úr rekstrarkostnaði. Við erum að auka tekjur safnsins. Við erum í rauninni að viðhalda okkar farsir sem til er. Jákvæð fjárfesting segi ég þegar við erum að taka okkar eign, þegar við erum ekki að bæta við rekstrarreiningu sem kallar á aukin útgjöld fyrir utan innri leiguna. Það er alltaf innri leigun alltaf til, við skulum alltaf gleyma því, en ég meina þegar við þurfum ekki að vara að bæta við starfsmönnum og svo framvegis, þá er það finnst mér að jákvæð fjárfesting og ég held að við eigum bara vonandi fá við sanngjörn tilboði þetta ágóða verkefni. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þar sem enginn hefur hvað sér hljós, þá ætlum við að leyfa formanni Unnar Jónssyni að taka aftur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég reyndi að hreypa niður svona eftir bestu getu punta sem var beint til mín og mér fannst kannski ástæða til þess að bregðast við. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hóf mál sitt og ég er sammála því sem hefur komið fram hérna hjá nokkrum að hennar ræða hafi verið fín viðbót við það sem ég sagði. Og hún kom inn á ýmislegt sem að ég hefði vel getað komið inn á og kannski sumu glemdi ég og öðru sleppti ég eins og gengur. Fyrsta lagi varðandi vinnubrögð Akureyrarstofu, þá held ég þau séu heilt yfir býsna góð, en við þurfum auðvitað í þessu eins og öllu öðru að halda vel á spöðunum og reyna að bæta og breyta til eins betra. Og ég held að við séum svona heilt yfir nokkuð sammála þessi atriði í nefndinni og þurfum bara að koma þessi í gang. Það er mikið rætt hérna steypu og maður getur lagt ýmiss konar mat á þessi ummæli, hvað er rétt og hvað er rangt og kannski kemst aldrei að niðurstöðu. En ég held að sé ágætt í þessu samhengi kannski að hugsa sér hvernig staðan væri núna ef að Hof hefði ekki verið byggt. Ég held að geti enginn hugsað sér Akureyri núna án Hofs. Og Hof var mjög umdeilt á sínum tíma, væga sagt. Þannig að ég held að svona tíminn vinnur með þessum framkvæmdum þó að séu stórar og dýrar og kannski þungar í rekstri. Þá skapast sátt þær þegar það eru komnar og starfsemin komin á fullt og ég held að Hof hafi alveg sýnt það að það hefur breytt býsna miklu og ég held að allir séu jafn ánægðir með Hof í dag, burtséð frá umræðu sem átti sér stað á þessum tíma. Og ég vona og hefur reyndar fulla trú á því að það verði sama með Listasafnið. Maður er vissilega skilning á þessum sjónarmiðum með kostnaðinn, en eftir að hafa séð kynningu á framkvæmdinni við Listasafnið þá er ég í það minnsta sannfærður það að Listagilið því verður svona lyft upp á annan stall og þetta verður
mjög fín aðstaða og gott andlit fyrir gilið og auk þess mun þetta hafa mikla þýðingu fyrir starfsemi safnsins. Safnstjóri Listasafnsins bauð okkur á fund kynningu í Listasafninu í desember, hann sem fór yfir hugmyndir sem hann hafði umfang rekstrar, tekjumöguleika og ýmislegt annað varðandi safnið eftir endurbyggingu og mér leist mjög vel á það og ég held að starfsemin verður allt önnur og miklu meiri og betri á eftir. Leikfélag Akureyrar, það er kannski ágætt að halda það til haga að í menningarsamningnum við ríkið að þá segir, ég man nú ekki orðalagið nákvæmlega, en þetta er framlag frá ríkinu til þess að reka atvinnuleikhús ásamt auðvitað Sinfóníuhljómsveitinni og Listasafninu. Ríkið hefur dregið úr sínum framlögum svo mikið, burtséð frá því sem Akureyrar hefur gert, að það er rauninni farið að má segja kannski fúna stoðirnar undir svona fjárhagslegum grundvelli leikfélagsins. Og það er eitthvað sem við getum alls ekki búið við og verðum að sækja á ríkið með að þeir standi í sjálfu sér við samninginn, þannig að þeir styðji það í raun að það sé rekið atvinnuleikhús á Akureyri, því að ég held að við sjáum ekki fyrir okkur Akureyri án þess. Ég gerir það allavega ekki. Varðandi atvinnuþróunarfélagið, markaðsskrifstofuna, Eyþing og svo framvegis, að ég talaði fyrir þessu oft og mörgum sinnum að þetta verði skoðað og helst rennt saman. Ég held ég muni það rétt að 70% af rekstrarkostnaði markaðsskrifstofuna sé greitt af sveitarfélögunum sem hafa þó ekki aðgang að starfseminni eða ekki fulltrúi í stjórn. Þó svo að markaðsstofan hafi annað starfsvæði þá sé það ekki sem hindrun í sjálfu sér, það er að leysa það með samningum við þá nýtt apparat sem verið stofnað úr öllum þremur. Þannig að það er viljinn allt sem þarf við því, það er engar hömlur sem að koma vekk fyrir það. Það var rætt um markaðssetningu á íbúðamarkaði, það ég er sammála því að það þyrfti að fara í það. Og stærstu rökin kannski sem við getum fært fyrir því að það sé gott að búa á Akureyri og hér sé öll lífsins gæði eins og hér á sínum tíma eru þessar menningarstofnanir sem við höfum, íþróttalífið og þetta sem að bærinn er að setja fjármuni í. Og við erum í allt öðru umhverfi heldur en sveitarfélög á sambærilegri stærð þegar kemur að þessum hlutum, framlögum til menningarmála og annara líka. Þegar við þurfum sjálfur sér að búa okkur til ein og sér okkar flóru af menningu og öðru, þegar að sveitarfélögin í nágrenni við kringum höfuðborgina þurfa þess ekki að þau geta notið þess sem að ríkið stendur undir og borgin. Þannig að það er áhugavert að sjá þessar tölur en að draga kannski of mikla ályktanir af þeim finnst mér ofta tíðum varasamt. Það var eftir upplýsingarstefnuna, Guðmundur Baldvin kom inn á það er eitthvað sem fór til bæjarráðs og er væntanlega sett af stað einhvern tímann fljótlega vonandi. Aðeins að sjá hérna punktana mína, ég man ekki alla. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á þessi atriði sem eru minnst á í samstarfssamningnum. Þau eru auðvitað af ýmsum toga og sum þeirra eru eitthvað sem er stanslaust unnið að. Önnur eru svona, má segja, einföld og hnitmiðuð eins og til dæmis endurbyggja Listasafnið. Hann nefndi norðurslóðir og það verkefni hefur verið það sem mestu leyti vistað hjá Atvinnuþróunarfélaginu. Það var stofnað á sínum tíma Arctic Circle
Það er enda sniðri að fyrirtækjum hérna á svæðinu sem getur þjónustað starfsemi norðurslóðum. Það er ennþá í gangi og er til, en svona má segja er í svona kannski, það er ekki mikið að gerast það núna vegna þess að það framkvæmdir sem menn voru reknað með að færa á stað og aðalega kannski Austur-Grænlandi hafi ekki orðið að veruleika. Það er hins vegar, má segja kannski í þessu samhengi að ég fekk póst frá Atvinnuþróunarfélaginu ekki fyrir löngu síðan þar sem hafi komið fyrirspurn frá norsku loðnuskipi þjónustu og þar kom það skemmtilega óvart að þessi Arctic Circle sem hefur ekki verið mikið lifandi og þá kom það upp og það nýttist þá til þess að útvega þessum aðilega þjónustu hérna á Akureyri. Ég vona að ég sé ekki að sleppa miklu. Þetta með degluna, þetta er spennandi verkefni, það er komið skammt. Þetta var rætt á síðasta fundi Akureyrarstofu og tekið vel í þetta og runnið þessu áfram. Það er kannski, má segja, vandamál með degluna að það sé ekki góð söluvara og kannski ketilhúsið ekki heldur. Maður sér allavega svona tæplega fyrir sér að það fáist fjármuni fyrir það sem myndi skipta verulegu máli. Þó auðvitað ég að hugsa stórar upphæðir og smáar líka, að þá hef ég efasemdir að þetta myndi skila mjög miklu. Bæjarfulltrúi Baldvin kom inn á þetta með Austurbrú og svo tilvísun sem ég var með í ræðunni áðan sneri kannski fyrst og fremst að því að það er þessum verkefnum skipað á einn stað og það er kannski það sem við vildum gjarnan gera hérna líka, eða í mínum huga í það minnsta. Hins vegar er Austurbrú átt í sínum erfiðleikum og sem ég held sé nú kannski komin í gegnum að miklu leyti. En verkefnin eru vel komin á einum stað og unni vel að þeim. Hitt var svona skipulagsatriði sem voru í vandræði með. Varðandi forystuhlutverk Akureyrar, þá er ég ekki að tala um Akureyrar sýna sveitarfélögum í kring yfirgang, síður en svo. En hins vegar þá held ég að við eigum að taka kannski svolítið ábyrgðina á því að vera stærsta sveitarfélagið og leiða hinn sveitarfélögin áfram svona öllum til hagsbóta. Og þar held ég að Akureyri geti gert meira á þáttíðum heldur en þeir hafa gert. Stundum hef ég á tilfinningunni að menn séu of híkandi, meira híkandi heldur ætti að vera að taka af skarið og leiða hinn sveitarfélögin með sér. Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur spurði flugmálin. Þau eru vistuð að mestu leyti það minnsta í flugklassanum, það er 66 og það er starfsmaður sem sinnir þeim. Þau hafa verið mörg undanfarin ár að reyna að finna flugfélag og kynna kostið þess að fljúga hingað. Það hefur ekki gengið ennþá. En þessi sjóður sem var settur á stofn í fyrra, hann er til staðar, þannig að það er opið. En það sem að vantar kannski er að það er engin tilbúin til að taka áhættuna af því að byrja að fljúga hingað. Og kannski er það þannig að það verður ekki gert nema heimamenn komi að því. Það kom aðili, minnir að það hafi verið sænskur á vegum markaðsskrifstofunnar í fyrra, fyrirlestur Hotel Kea og þeir hafa unnið með sveitarfélögum í Noregi og Svíþjóð, mann rétt, að því að koma beinu flugi til flugvalla sem eru svona kannski aðeins utan alfaralegar eins og Akureyrarflugvöllur og þeir lögðu miklu áherslu á það að þetta myndi tæplega verða veruleika nema heimamenn tækju meira frumkvæði og þyrftu hreinlega að vera reiðubúnir til þess að ábyrgjast þetta verkefni einhver leyti. Það er auðvitað eitthvað sem að markaðsskrifstofan er að vinna með og
maður veit svo sem ekkert hvenær sá dagur kemur að hinga verður flogið beint til og fara útlöndum, en vonandi verður þessum fyrst. Ég held, eða ég vona að ég hafi tæft á svona þessu helsta, en ef ekki þá kannski getur einhver minnt mig á það. Já, ég verð að játa að ég þekki ekki ástæðu fyrir þessu svona fyrir komið, en auðvitað eru fleiri kostnaðarliðir í Akureyrarstofu sem kannski lúta á svona innra starfi bæjarins líka, eins og umsjón með vef og svoleiðis. Þannig að ég bara verð að játa að ég hef ekki skoðað þetta til hlítar og þekki þetta ekki til hlítar heldur. Af hverju þessu komið svona fyrir en ekki einhvern veginn öðruvísi. Takk fyrir. Þá er formaður stjórnar Akureyrarstofu lokið máli sínu, Unnar Jónsson, orðið er laust. Það sem enginn hefur kvatt sér hljós, þá göngum við til 11. dagskrárliðar, skýrsla bæjarstjóra, Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri fer yfir helstu atriði. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins að leiða með smá stílsbrot því að ég þú þyrfti ekki að koma tvisvar upp varðandi fyrirspurn Jóns Þorvaldar, þá er þetta bókhaldslyklað sveitafélag sem stýra þessu einfaldlega hvar þetta er fært. Þannig að við þurfum að fara eftir svokallari biblíu sem við förum eftir. Það er hún sem segir okkur hvar við færum menningarmál undir á hvaða liðum og stjórnsýslun hvar hún er færð. En ég er komin til þess að fara yfir skýrsluna og fara yfir hana á 5 mínútum. Ég held að vona ég þurfi ekki lengri tíma en það. Síðasti bæjarstjórnarfundur var 7. febrúar síðastliðinn. Helstu mál. Við höfum verið að fara yfir, að því hér var talað frumkvöðlasetur áðan, við höfum verið að reyna að ljúka samningum varðandi húsnæðið frumkvöðlasetur í Glerárgötunni og þannig að svo starfsemi geti hafist sem allra fyrst og ég held að sé rétt að taka málið líka inn í umræður í stjórn Akureyrarstofu en þá getum við lagt málið einfaldlega fram varðandi samninginn og svo starfsemina sem býður okkar vegna út af samningum líka við nýsköpunarmiðstöð. Og við höfum náttúrulega verið að vinna áfram bara í þessum stjórnsýslubreytingum, en ég ætla ekki að fara í gegnum það allt saman. Það er búið að eiga sér stað fjöldamargir fundir með nýjum sviðum og nýjum sviðsstjórum og starfsfólki og bara svona til þess að taka það svona heilt yfir að þá gengur það bara alveg ágætlega og auðvitað tekur þetta í, bæði hjá starfsfólki og öðrum og við erum svona auðvitað þurfum að fínpússa ýmislegt en almennt gengur þetta bara mjög vel. Ég átti fund með Albertínu fyrirverandi atvinnufulltrúa sveitarfélagsins, eina af þessum sem var rætt hérna áðan að við höfum flutt inn í sveitarfélagi sem atvinnuverkefni atvinnufulltrúa, en það var út af verkefninum EIM og það er verkefni sem ég held að við ættum að fá góða kynningu á og bæjarfulltrúar þyrftu að fá góða kynningu á. Það er svona, er farið af stað en lofar góðu og nauðsynlegt að það væri haldinn einhvers konar opinn fundur kynningun á því verkefni. Ég ætla ekki að fara dýpra í það mál hér. Það var komið út ný starfsmannakönnun hjá Akureyrarbæ meðal starfsmanna og hún hefur verið kynnt meðal annars í bæjarráði og það er ýmislegt sem þarf að huga að í ábendingu frá starfsfólki. Auðvitað margt sem við erum að gera vel en auðvitað góðar ábendingar líka það sem við getum, það sem betum að fara. Það var aðeins farið í málefni sem snúa að heilsu og vellíðan starfsmanna og það eru hlutir sem vöktu athygli okkar og við getum bætt okkur. En eins og segir þegar maður er að tala um að bæta sig þá erum við ekki að fara úr nulli upp í eitthvað heldur að þetta eru hlutir sem ganga ágætlega mættum gera enn betur. Hópurinn varðandi sölu eða rif og nýtingu eigna bæjarins, hann er svona búinn að ljúka sínum störfum og er komin fram með ákveðna tillögur, þannig að við vorum að funda með þeim hópi líka. Verkefni svona utan sveitarfélagsins sem ég hef verið að sinna, eða áttu að kalla utan sveitarfélagsins, ég sitt í stjórn Þjóðskrár, þannig að ég segi alltaf frá því ef það eru haldnir stjórnarfundir þar, þeir eru 5 á ári, þannig að ég satt 10. febrúar síðastliðinn stjórnarfund Þjóðskrár.
Mig langar að vekja athygli á einu bara undir þessum lið að það er núna til umræðu undir hvaða ráðuneyti þjóðskrá eigi að heyra, og því að þjóðskrá hefur verið undir innanríkisráðuneytinu og stærstu tekjupóstar þjóðskrár eru í rauninni frá sveitarfélögunum vegna umsýslum fasteignamat og svo frá fjármálafyrirtækjunum vegna ýmissa mála sem er verið að sinna fjármálafyrirtækjunum í landinu. En samkvæmt mínum heimildum að þá á að færa þjóðskrá undir dómsmálaráðuneyti og það var líklega vegna þess að það eru mikið leyfisveitingar og meðal annars vegabréfin og þjónustu við sýslumenn er líka inni á þjóðskrá. En mér finnst bagalegt að þetta skuli fara frá innanríkisráðuneytinu þar sem málefni sveitarstjórna eru. Nú við fórum aðeins í innkaupareglurnar áðan, ég kynnti þær og hvert við erum að fara með þau mál. Hér var fundur meðal bæjarfulltrúa samgöngumiðstöð sem ég satt meðal annars með ykkur á og er ágætt að upplýsa bæjarbúum að það eru miklar og góðar umræður meðal bæjarfulltrúa samgöngumiðstöð, hvar og hvernig á að standa uppbyggingu hennar. Ég hef verið að funda með Akureyrarakadeemíunni varðandi þeirra húsnæðismál. Samningurinn við þau rennur út núna næstu mánaðamót og ég átti fund meðal annars með þeim í dag og mun gera grein fyrir því í bæjarráði hvar þær viðræður eru. Gera það allavega nánar í bæjarráði áður en ég fer að taka það hér upp í bæjarstjórn. Við höfum verið að vinna í rafrænni stjórnsýslu og íbúakorti, upplýsa það líka, það var aðeins minnst á það undir liðnum Akureyrarstofu. Og síðan eru á síðustu metrunum varðandi hönnun á nýrri vefsíðu sveitarfélagsins og það tengist einmitt rafrænni stjórnsýslu þar sem að með nýrri vefsíðu þá er okkur vonandi að takast að efla rafræna stjórnsýslu í sveitarfélaginu. Við áttum fund með þingmönnum kjördæmisins í síðustu viku og þangað mættu bæjarfulltrúar allavega nokkrir og þessi fundur var með nágrannasveitarfélögunum líka. Það var rétt bara að segja frá því þó að þetta bæjarfulltrúar séu meðvitaður þennan fund og þá var ágætt að íbúar séu upplýstur það að við fundum að sjálfsögðu nokkuð reglulega með þingmönnum. Síðan var ágætis kynning á Menningarfélag Akureyrar í Hofi og svo satt ég aðalfund Ungmennafélags Akureyrar líka þennan sama dag. Það voru þemadagar í Brekkuskóla. Lok þemadaga í Brekkuskóla var á fimmtudaginn 16. febrúar síðastliðinn. Það var að fjalla mannréttindamál og ég fyrir okkar hönd fékk tækifæri til þess að ávarpa nemendur Brekkuskóla í tilefni dagsins. Síðan satt ég fjarfund ásamt fjármálastjóra fjármálastefnu og fjármálaáætlanir fjármálaráðuneytisins og vek athygli bæjarfulltrúa á því að það er þó nokkuð mikið framundan í þeim málum með nýjum fjármálareglum ríkisins. Ég hef þá hlaupið á því svona held ég allra helsta eins og ég var að gera hérna á 5 mínútum. Takk fyrir. Það var Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri að lokið máli sínu. Ég vil bara í lokin minnast á eftirtalda fundagerðir sem við lagði fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 9. og 16. febrúar, bæjarráð 9. og 16. febrúar, frístundaráð 9. febrúar, fræðsluráð 7. febrúar, kjarasamninganefnd 3. og 7. febrúar, skipulagsráð 8. og 15. febrúar, stjórn Akureyrarstofu 31. febrúar. Hægt er að nálgast fundagerðina á heimasíðu bæjarins. Segjum við fundi slitið klukkan 19:14.